Já, komið sæl og verið velkomin. Kókakróli heiti ég og verð með ykkur hérna í dag í 10. umferð GR-verk deildarinnar. Með mér í dag er engin annar en Fenrir. Velkomin. Þakka þér. Hvernig, þú veist, æsispennandi 10. umferðin? Þetta er bara úrslitaumferð. Þetta er úrslitaumferðin. Við komumst að því hverjir verða deildarmeistarar, mætti kalla það. Og þannig, þú veist, mér langar eiginlega bara ekkert að bíða, mér langar bara að sjá hvað leikinn er í dag út af ég er ótrúlega spenntur fyrir því hvað er að fara í gang núna í dag. Þannig við skulum bara byrja á því að líta á hvað hefur dagurinn í dag, sunnudagurinn 9. nóvember hefur upp á að bjóða. Jú, við byrjum á Þór 354 topp baráttan eins og við fáum að sjá á stigatöflunum eftir það er Dusty, Ómon og síðan endur við daginn á Ravík Stjarnan. 354 Þór. Já, það er bara leikurinn. Það er bara leikurinn og seinast tók 354. Þeir tóku þetta 3-2, já. Þú veist, ég var að líta á stigatöfluna áður við förum, þú veist, að vera ofæstir að tala hvað við höldum að gerist. Og það er 354 á topnum. Jú. Með 18 stig. Þórsarar eru 16 stig, rétt á eftir þeim. Þriðja sæti er Stjarnan með 10 stig, Dusty í 4. sæti 6 stig og Ómon þar á eftir í 5. sæti með 4 stig og Ravík 0 stig yfir allt tímabilið. Ég ætla að stoppa þið þarna aðeins og því við vorum að tala stöðuna. Þarna er Stjarnan í 3. sæti. Þeir eru nýliðir í þessari deild. Já. Ég held að það er bara rósa þeim fyrir þetta að þeir séu komnir í 3. sæti með þessum liðum með bæði Ómon og Dusty fyrir neðan sig. Já, mér finnst það alveg magnað. Náttúrulega Ómon er eiginlega búin að vera hérna, þeir breyttu sér hérna í hvað lið var það aftur? Þeir breyttu sér í eitthvað lið út af því þeir duttu niður og síðan en heldur samt eiginlega nákvæmlega sömu liðinu uppi. Ég man ekki alveg, núna mér vantar eitthvað hérna fyrir fram að mig en Ómon eiginlega hafa verið alltaf hérna og Dusty bara líka þó urðu Lava eSports og yfir í Dusty þá sama liðið og einmitt Stjarnan í 3. sæti ekki margir sem hefðu spáð því og ég veit hvað þú ert að fara að segja. Jú, ég spáði því
Ég gerði það reyndar. Þú gerði það. Bara kudos til þín. Ég hafði trú á Daxa og mönnum, en ég hafði ekki svona mikla trú á þeim. Ég skal viðurkenna það. En ef við lítum á lið Þórsara fyrir kvöldi í kvöld. Ja, kvöldið, það er dagur, það er dagur, þú veist, þetta blandast allt saman, kvöld, dagur, miðnætti, þú veist, miðnættursnarl, elsku miðnættursnarl, en Þórsararnir náttúrulega skipast af engum öðrum en okkar bestu Bjarna Steb. Ég man ekki röðuna á þessu, en þú veist. Það er frábært að fá þetta upp á skjáinn. Þarna, loksins, hann hlustar, draugurinn hlustar. Skemmtilegt hljóð. Steb, Bjarni, Emilvald og Paxól. Við höfum ekkert séð að Paxól þetta tímabil. En þú ert með Steb, Bjarna og Emilvald, þá... Ég held að þetta sé ekki leikurinn til þess að skjóta fram Paxól. Já, þú veist... Af hverju ekki? Af hverju ekki? Af því það er svolítið mikið í húi. Bara fyrsta setið í deildinni. Já. Þú veist, það er ekki það mikið. Nei, svo sem ekki. Nei, það er náttúrulega sko það er náttúrulega hvernig, ég veit ekki hvort að við séum með grafík fyrir hvernig röðunum fyrir playoffs er, en það skiptir ekki öllu máli, en það skiptir náttúrulega máli fyrir hvaða lið Þórsarar geta mætt og hvaða lið 3-4 geta mætt sem fyrsta eða annað sæti úr deildinni. Já. En 3-4 stórkostlegt line-up, náttúrulega okkar besti, þú veist, Dan. Jú. En það eru náttúrulega Dan, Rexer, PS og Vex. Rexer er búinn að vera besti erlendi leikmaðurinn í deildinni þetta tímabil. Já, ég... Fasta eftir fyrst með Krypto koma til greina líka. Ég er ósamlega Krypto komið þarna á undan Porsas í stjörnunni. Jæja, jú, það er svo sem rétt. Porsas er búinn að spila rosalega vel. Já, ég er mjög ósamlega í að Krypto sé fyrir ofan út að ef að jú, kannski er Porsas bara með betri leikmenn í kringum sig heldur Krypto, en Er það samt? já, það er nefnilega spurningin sem ég ætlaði að spyrja. Er það virkilega? Ég meina, Daxi, þú veist, kemur upp úr fyrstu deildinni með dropa. Þeir breytast í dropa þegar þeir koma upp úr fyrstu deildinni og standa sig, þú veist, ágætlega, hann, JC og Porsas. En síðan þeir ná að komast í einmitt stjörnuliðið síðan eftir á og eru hérna, þú veist, þriðja sæti með og fengur Smára 28 og Skjaldbakan. Sko, Skjalli er underrated. Ég veit að hann er á bekknum og þú veist, Bissi er búinn að vera eitthvað rosalega góður líka hjá Ómon, en Skjalli þegar hann kemur inn á er líka bara ótrúlega sterkur. En áður en ég fyrir eitthvað rant stjörnuna, þá skulum við bara kannski tala Þór 3-4 út af það er náttúrulega spennandi leikurinn í dag, þú veist, æsir spennandi leikurinn. Leikurinn upp á fyrsta setið í deildinni og eins og staðan er núna að þá eru bæði lið með 4 töp innbyrðis. Já. Þannig að þetta er hreinn úrslita leikur. Það lið sem vinnur þennan leik, þú veist, ef að Þórsararnir vinna, þá vinna þeir. Það er ekkert, þú veist, segjum sér svo að það færi 3-2, þá er engin úrslita leikur upp á móti. Þetta er bara leikurinn sem skiptir máli. Þetta er leikurinn sem skiptir máli. Fyrir einhvern sem er heima að hlusta, það sem þú ert að segja þá er að ef að Þór vinnur 3-1, 3-2, 3-0, þá eru þeir bara búinir að vinna deildina. Já. Ok. Þannig að 3-4 þurfa bara að vinna. Það er bara þannig. 3-4 þurfa bara að vinna þessa viðureign. Og þeir vilja það. Þetta vilja bæði lið náttúrulega vinna þetta. Já. Hvað segir fólki heim í stofu? Fólki heim í stofu, minn ykkur á að kjósa millumerki OR fyrir Þór og millumerki 354 gæti ekki verið einfaldara nema fyrir útlendingarna sem eru ekki með Ó í tölvunni sinni. Þið copy-pastið bara þar sem að kemur í chatið. Það er léttast að gera það þannig. En ég ætla að leyfa þér að byrja þó að ég viti náttúrulega bara svarið og hvað þú felur hérna undir skyrtunni eins og Superman. Jú. Ertu að meina 3-4 bólinn? Sem sagt, já, ég sem sagt er í 3-4 ból innan undir skyrtunni og það er skammast mér ekkert fyrir það. Já, en þú veist, af hverju þá að vera í skyrtunni?
bara svona formlegur, þetta náttúrulega úrslita, þú veist, seinasta umferð og svona. Ég bjóst við bæjast Fenri en að bara rífa sig úr þessu eins og Superman. Það fer bara að sjá bara hvernig leikurinn fer fyrst og þá þú veist. En ok, þú heldur að 3-4 vinna þetta, en 3-2. 3-2. Ég held að þetta sé það sterk lið að ég held að þetta sé alltaf að fara í leik nummer 5. Ég skal vera sammálaðir. En þú segir 3-2 fyrir Þór, væntanlega. Þú þekkir mig of vel, Fenrir. Það er náttúrulega ástæð fyrir því ákveður að það stendur 3-5-4 mín megin og Þór þín megin af því að þú veist við erum klárlega ekki bæjast þegar kemur á þessum leik, sko? Nei, við erum svo sannarlega ekki bæjast Akureyringurinn í mér sem að býr bara réttu megin við Anna klárlega þarna megin ég mun aldrei vera öðru megin við Anna eða annars staðar en ég er hjartanlega ósammála þessu Twitch-spóli, ég vissum að þetta er ekki að virka, Bafka. Ég er nokkuð viss það. Jú, þarna, þú veist, aðeins skára. Það var kannski einn búinn að kjósa miðað við þetta. En ég ætla að segja 3-0. Fyrir Þórsurum? Fyrir Þórsurum. Vá! Ok! Það er sópur fyrir Þórsurum í kvöld, í dag. Já, ég segi einfallega bara ég var að hætta að spöglir í sig og fara bara í leikinn, eða? Mér langar bara að spegla meira. Nei, við skulum fara í leikinn. Við skulum skella okkur í leikinn og ekki bíða lengur eftir leik Þór 3-5-4. Já, Bafka, take us away. Frábæra introið sem að magnar upp spennuna hérna. 3-5-4 geta orðið deildarmeistarar, Þórsarar líka. Þetta, eins og við sögðum á hann, skiptir máli fyrir hvaða lið þeir geta mæst. Ef þú vinnur deildina þá mætiru, minni mig, 4. eða 5. sæt... Nei. Manstu þetta? Nei. Það mann þetta enginn út af þetta eru upplýsingar sem skiptir ekki máli fyrir eftir allar viðreglunar. En leikur 1 hafinn milli Þór 3-5-4. Fínt kick-off hérna fyrir Þórsarana. Emil Vald upp hliðarvegginn, reynir að koma sér fyrir og það er skot, PS verð á línu, boltinn dettur í hendunar á Stef sem tekur þetta upp hliðarvegginn, Dan fljótur að klemma hann þarna yfir. Það er bara Emil Vald, tekur þetta upp framhjá Dan, hættulegu boltinn núna, Emil Vald í loftinu, Rexer fær boltan í hendunar, tekur stjórn á honum en Stef svarar fyrir hann, PS aftastur hérna, pínu óþægilegt fyrir hann, Dan kemur hérna 3-4 til bjargar en öll pressan byrjar hérna fyrstu 30 sekundunar frá Þórsurum. Dan í loftinu, reynir að taka stjórn fyrir liðið sitt en hættulegu bolti sem að Stef á skot hérna, hittir í sér ekki ramman en þarna er Stef og Rexer með góða vörslu. Þórsarar að setja pressuna hérna að stemma, þetta kemur tortimingin á Emil Vald, Bjarni setur hann niður, Stef nær ekki snertingunni og þá geta 3-5-4 aðeins losa pressuna að setja hann upp. Þar er bara Emil. Rexer setur hann niður á miðjun á aðra snertingu, gerir þetta virkilega vel, nær ekki skotinu samt sem áður. Þetta fyrir yfir PS og gerir gott 50 hérna á móti Stef. PS neglur hann út á miðju, Emil Vald reynir að finna Bjarna inn á miðjun, nær því ekki. Dan leysir pressuna fyrir lið sitt, reynir að koma sér fyrir, gerir það, boltinn hangir í loftinu hjá Þórsurum. Emil Vald kemst fram hjá Rexer, PS er aftastur, skemmtileg klemma á milli þeirra, varnarklemman virkar vel. Stef kemst fram hjá Dan, Rexer kemur til bjargar, ekkert búst hjá honum, Emil Vald setur þetta upp hliðarvegginn. Flott 50 fyrir Þórsarana, Stef með skotið, PS verða upp, hættulegu bolti ennþá ekki búið. Rexer nær stjórn á boltanum, kemst ekki fram hjá Bjarna, Dan af bakveggnum sínum, hefur stjórn á boltanum, kemst fram hjá einum, Stef aftastur, missir á boltanum hérna, skyndisóknin frá 3-4, Bjarni og Emil Vald fara saman í þetta, opið markið hérna, Stef setur þetta út á Emil Vald sem að hjálpar til með að leysa þetta, en Rexer með fast skot, Stef verða út til hliðar á Emil Vald. Emil Vald reynir að koma sér inn á miðju á sjálfan sig, nær fínu 50 á móti PS. Bjarni býður rólegur á bakveggnum eftir skotinu frá Rexer. Fylgir boltanum vel hérna á móti PS, nær góðu 50, Emil Vald upp, sendir þetta hátt upp fyrir liðsfélaga. En Dan tekur stjórn á þessu að bakveggnum sínum fyrir 3-5-4. Stef setur þetta út og þetta er hættulegu bolti hérna, Emil kemur svo hátt í loft, þar er PS. Bjarni finnur ekki Emil, þá kemur Rexer. Og Stef missir á honum, Rexer hérna og PS saman, Rexer reynir að fara í tortiminguna, það gengur ekki.
Rex á fullt búst núna, fer á vegginn, en Emil á undan, Seigur. Dan hérna í hornið. Dan missir að bústinu, hættuleg bolti fyrir Step. Rétt svo næri ekki til boltans undan Rexer. Emerald svarar fljótur að mæta þarna Rexer. Gefur hann engan tíma, skotið frá Bjarna fast. Dan verður út á Step, hættuleg bolti í loftinu. Og Dan nær að verja þetta út til hliðar. Bjarni sittur það í hliðavegginn. Reyna að finna liðsfélag en finnur bara Rexer. Núna 1 mínúta og 50 sekúndur eftir, ennþá jafnt 0-0. Hver ætlar að finna fyrsta markið? Dan með fast skot, Bjarni lítið búst, nær að verja þetta út til hliðar á Step. PS með stjórn á boltanum, reynir skotið, hættulegt núna og klemman inn og 3-5-4 ná fyrsta markinu. Skemmtilegt spil hérna hjá PS á sjálfan sig, kemst fram hjá Step sem býst við hann að fara upp vegginn og tortimingin þarna á Emilvald var svo frábær fyrir 3-5-4, 1-0. 1-0 fyrir 3-5-4, 1,5 hérna eftir. Þetta er hættuleg staða hérna, Rexer gerir vel á móti Step. Bjarni í loftinu, Rexer til varnar. Fer í hornið sitt, kemur honum út. Step með skotið og PS með góða vörslu. Þá er það Bjarni næstur. Emil kemst ekki í boltan, þá kemur Step, fer í hornið. Reynir að búa til eitthvað hérna og þarna er Bjarni fyrstur að átta sig. Þá kemur Step með skotið og þarna er Emil en Rexer með góða vörslu. Það er mínúta eftir og 1-0 fyrir 3-5-4. Hættulegur bolti hérna fyrir Emilvald. Það er ekki til hans á undan en skemmtileg keðjuverkun hérna á veggnum hjá honum. Bjarni sendir á Emilvald. Emilvald reynir að finna Step inn á miðju, aðeins svo langt í burtu fyrir hann. Bjarni reynir að taka stjórn á boltanum hérna, kemur sig yfir Rexer, PS af hliðaveggnum. En Step á undan, Emilvald situr það í hliðavegginn vinstra megin. Step, núna sendingin fyrir en það er bara Rexer. Emilvald upp hliðarvegginn, reynir að koma sér fyrir, PS kemur Dan til bjargar og nær klemmunni í hreinsuna. Bjarni upp í loftinu, svarar fljótt fyrir, bumpaður af Dan, Rexer með stjórn á honum, neglur honum hins vegar hátt upp. Núna Step, þetta fer allt að verða búið 14 sekúndur eftir núna og Þórsarar verða að finna hérna svar við þessu, verða að finna mark núna í þessari sókn. Boltinn kemur fyrir, Rexer nær að neglu sig í burtu, Emilvald upp á móti einum, nær að komast fram hjá einum, nær að komast fram hjá öðrum. Það er 1 til varnar og það er Rexer. Step kemur það í slanna og það er ostakaka! Það er ostakaka! Rexer með ostakökuna, Emilvald nær hérna frábæri sendingu á Step og Step ætlar að skjóta þessi í slanna. Bjarni var hins vegar tilbúinn, þannig ef Rexer hefði ekki hitt þá hefði þetta samt farið inn en ostakakan var þetta samt og núna fáum kick-off strategíu frá 3-4 sem að nær næstu að virka. Emilvald upp í loftinu, kemst fram hjá einum, klemma niður Dan, lesa hann eins og opna bók. Núna PS með frábæra klemmu til að hreinsa pressuna fyrir 3-4, Emilvald fín mæting hjá honum, boltinn dettur í hendurna á Bjarna. Bjarni neglir honum fram, Rexer núna upp hliðavegginn á sjálfan sig. Það er bara Bjarni sem nær að setja þetta í þaki á sjálfan sig og klemman milli Dan og Bjarna er í hag 3-4. Step hérna heldur sókninni gangandi, þá er PS mættur, Emil situr á miðjunni að reyna að finna Bjarna sem að gengur. Dan hérna bjargar þessu frá Emil. Dan út á miðju, þar er bara Bjarni. Og þetta kemur tortimingin, þetta er mikilvægt og PS nær skotin á markið og 3-5-4 taka fyrsta leik. Virkilega vel gert og frábær tortiming á góðum tíma. Þarna fyrir spáin mín, jæja, hún var djörf hins vegar spáin en 3-4 taka hérna leik 1. Ég þurfti bara aðeins svona taka inn það sem ég var að sjá frá Þórsurum. 3-4 bara þessar tortingar, PS með 5 tortimingar. Það er rosaleg tala fyrir 1 leik. Emil átta líka með 5, Stepa með 4. Já, en tímasetningin hjá þeim var hins vegar ekki, þú veist, ég fann ekki fyrir því að þeir voru að tortíma. Ég tók ekki eftir því að það hefði verið þannig, en það líka, þú ert að horfa á vitlausa tölur og ég líka, það er náttúrulega Dan sem með 5 tortimingar. Já, það er rétt. Það er ástæðan af hverju við fundum náttúrulega ekkert fyrir því að væri verið að tortíma frá Þórsurum. En
Forboðna musterið leikur 2 Fenrir 3-5-4, 1-0 yfir Þórsarar verða að finna svarið en hvernig ætlir fari að því En því að spila sinn bolta áfram Þeir geta þetta ég held spila meira á milli sín Þórsararnir eins og þeir gera best PES í loftinu núna kemst fram hjá Bjarna Emil Vald óþægilegt fyrir hann næra bakka til að verja þetta út Step leyfir Bjarna að taka boltan Bjarni reynir að gera það sjálfur fín klemma fyrir Rexer í að hreinsa þetta næra að vera undan Emil Vald í boltan Rexer núna með skotið það er tæft, það er stöngin út til sleppa með skrekkin og boltinn dettur í hendunar á Emil Vald skyndisóknin núna fyrir Þórsararna PS fljótur að mæta Rexer úr horninu sínu, það er bara Emil Vald sem mætur hann fljótt Dan sendir þetta beint á Bjarna Bjarni í bakvægginn með tvísmellin og það er fast og Þórsarar strax tók þá 35 sekundur að vinna þetta mark Bjarni frábærlega gert hjá honum sjá, það er enginn á bakveggnum af hverju ekki að setja þetta bara í bakvegginn létt tvísmella Þetta er akkurat það sem Þórsararnir þurftu komast yfir hérna 1-0 fyrir Þórsara og ekki mínúta búinn Emil í loftinu gerir þetta lista vel hérna gerir þetta bara sjálfur og staðan er orðin 2-0 fyrir Þórsara Emil Vald að sýna okkur og hann er besti íslenski leikmaðurinn í dag þvílíkt og annað eins þá engin svar við þessu það finnur það engin þegar að Emil Vald fær tíma og sérstaklega í þessu þaki þá er þetta boltinn er í 80% tilvika að fara að enda í markinu ef þú gerir ekki neitt Bjarni hérna PS í loftinu á gott búst hérna fer fram hjá Step reynir að búa til sendinguna Emil fer í sókn í staðinn gerir þetta vel mikla stjórn á boltanum það þorir enginn að mæta honum þeir verða að mæta honum miklu fyrir hérna Emil fekk bara allan tíman í heiminum til að gera það sem hann vildi þarna og hann fannst mér bara að vera með valkvíða hvað hann vildi gera en sendingin á milli Bjarna og Emil Vald er frábært fá hérna tiki taka hérna á milli að tvekja það er þriðningurinn gamli góði eins og maður læriði í boltanum og það opnar allt hérna frábært skot frá Emil Vald frábært spil nákvæmlega eins og við vorum að tala um það sem þið þurft að gera og 3-0 Þórsarar í leik 2 þetta er það sem að ég bjóst við að sjá þegar ég sagði 3-0 spána Þórsararnir klálega búinir að stilla sig hérna inn á þetta PS hérna næstu því búin að klóra aðeins í bakkan 3-5-4 þurfa að fara að taka við sér Emil á veggnum kemur með skotið PS ver þennan út Dan er á undan Bjarna og Step er tortímt Rexer núna setur þetta upp hliðarvegginn og sjálfan sér Bjarni fljótari að mæta PS frekar óþægilegur Bjarni kemur sér fyrir en boltinn er aðeins og fastur fyrir Emil Vald en aftur upp úr horninu í þakið með flippið Rexer verður út í hliðar það er bara Bjarni sem að kemur sér út af PS upp hliðarvegginn ekkert búst Step heldur ekki Dan tekur skoti fínt 50 fyrir Bjarna Emil Vald ekki nægilega gott 50 allt opið núna og 3-5-4 finna 1 mark til að klóra í bakkan 2 mínútur 51 frábært 50 hérna frá Rexer feikar Emil Vald pínu upp úr skónum þarna eða felgunum sínum Vel gert hjá 3-5-4 3-1 staðan fyrir nú Þórsurum nú þurfa að koma tilbaka Step í loftinu leitar að sendingunni Rexer er þarna á undan Bjarni mætir honum Bjarna er tortímt, þá kemur Dan með sendinguna Step setur hann bara í vegginn Dan upp aftur Það er bara Emil Bjarni núna upp úr horninu sínu að þakinu setur þetta í jörðina upp aftur PS er með svörin fyrir hann Step og Emil fara saman í þetta hættulegu bolti núna Dan með skotið Step einhvern veginn verið á línunni PS tekur þetta hliðarvegginn hjá Þórsurum Step fljótur að mæta svo hann fá ekki tíma í boltanum en Rexer núna með tíma það er lítið búst hjá Þórsurum Emil Vald einu með búst Bjarni verið þetta einhvern veginn Dan hugsar sendinguna á PS en PS er varkár Bjarni núna reynir að finna Emil Vald tilbaka nei það er tortímingin og skotið Rexer nær einhvern veginn tortímingu og skoti sjáum þetta aftur hérna Bjarni nær ekki flippinu og Emil Vald ég heyri í snertingunni en hún bara leikurinn skynjaði hana ekki Rexer tortímið Emil Vald og nær í boltan á sömu sekúndunni og þá kemur skotið
Þetta virkilega vel gert og allt í einu er staðin orðið 3-2. Frábærlega varið þarna hjá Bjarna á móti Dan. Bjarni skilur þetta eftir fyrir liðsfélaga en ekki alveg á sömu blaðsíðu. Þórsararnir akkurat í þessu. Rexer með skotið, sláinn út. Þórsarar ekki stöðugir í vörninni finnst mér. Það er mikið af glufum sem hægt er að finna hjá þeim. Og boltinn í loftinu núna, Rexer kemur að hliðaveggnum með skot. Eminvald tekur þetta upp, horni á sér. Fer í þakkið, er með flippið, kemst fram hjá einum, er bumpaður, Dan þarf að verja þetta, gerir það með ekkert búst, Step mætir hún fljótt og tekur bústið á honum. Rexer kemur sér á miðju á PS setur þetta í loftið, það er bara Emil sem reynir að komast fram hjá Rexer, gerir það ekki, Rexer núna, tortimingin á Step, en Bjarni einhvern veginn backflipur og nær að verja þetta, en pressan er ekki búinn. Eminvald þarf að gera mjög vel hérna til að leysa pressu, Dan ekki nægilega vel mætti á honum og þetta er einmitt það sem Eminvald náði að gera, leysa pressu fyrir liðsfélagana, ná í búst. Step reyna að koma sér á Eminvald, gerir það, Eminvald á Bjarni í hornið, bumpið á Dan er gott og Bjarni nær ekki skotinu sem hann þurfti. Og Rexer á móti Eminvald setur þetta yfir, þar er Bjarni en ekki nægilega fljótur til að mæta þessu. Emil næri þessu aftur með sendinguna fyrir, þar er Bjarni en Rexer er mættur. Rexer er búinn að vera allstaðar í þessum leik. 30 sekúndur eftir, Rexer vinnur Step í loftinu, fer illa með Emil þarna en Emil nær snertingunni. PS reynir að búa eitthvað til hérna, reynir að finna Dan og þetta rétt yfir hann, fáir Bjarni með ekkert búst, fer fram hjá Rexer, PS með góða tortimingu. Núna að detta í 10 sekúndur eftir, geta 3-4 fundið einhverja seinustu glufu á Þórsarana, núna seinasta sóknin í þessu. Rexer upp hliðavegginn, fer í þakið, Bjarni nær að svara þessu, PS nær ekki að halda þessu á lífi og Þórsararnir taka leik 2. Nokkuð örugt ætla ég að segja, en eftir svona 2 mínútna markið þá fór, ég veit ekki af hverju að þeir misstu þetta. Spilið datt gjörsamlega út. Já. Í hálfleik, bara eftir 2,5 þá komist 3-4 inn í leikinn og Þórsararnir bara hættu að spila saman. Þeir gerðu það og sjáum hérna 2 mörk frá Eminvald og 4 skot, góð nýting hjá honum. Við sjáum hins vegar á búststöðinni að þetta var frekar jöfn búststaða. Það lítið verið að nappa en tortimingar frá 3-4 þær eru allstaðar, alltaf þegar við lentum einhvern veginn, þú veist, það er skyndisókn, þá er bara, nei, þú fer aftur tilbaka, vinur minn, og við sjáumst seinna. En leikur 3-1-1, Þórsarar fundu svörin úr leik 1 sem þeir þurftu og núna leikur 3, þetta, ef þú vinnur þennan, þá ertu í frekar þægilegri stöðu, hefur alltaf 1 leik, en annars ertu kominn á líflínuna og sóknin byrjar fyrir 3-4, hættileg bolti hérna fyrir PS með fínt 50, Eminvald neglur sig í burtu, næra fylgisu, nær ekki góðu 50 og PS núna í loftinu móti Bjarna, það er skot en það er framhjá. PS með gott 50 hérna, Dan nær ekki snertingunni, Bjarni er á undan og er með gott momentum hérna en PS er mættur. Þá er Emil með nógan tíma hérna en Rexer mætir hérna, það er bara nei, engin tími á þig, setur hann yfir hann, Step í hornið. Það er bara Dan með opið mark og opið skot og 3-5-4 eru komnir yfir. Hvað gerðist þarna í vörninni? Ég held Step kólar þarna að hann sé með tvísmelluna af hliðavegnum, hittir ekki og Emil bara treystir á það hann sé með. Þetta var bara smá svona hæfileika vandamál hjá Step en þetta getur kostað núna í dag, sérstaklega mikið í dag en gott að sjá að Þórsararnir treysta hvort öðru meira og það er möstíinn, það er í bakvegginn og Step einhvern veginn nær ekki að klára þetta, Bjarni nær ekki heldur en Eminvald er með búst, það er farið í þakið og gott 50, PS nær að setja þetta upp í loftið. Hver er fyrstur í hann? Það er Bjarni sem fer upp hliðavegginn og það er Rexer sem býður á bakveggnum og þeir sleppa með þetta frábær tilraun þarna hjá Eminvald með möstíinn sem að einhvern veginn fór ekki inn.
Hérna missa þeir á honum og hérna er Bjarni fyrstur og Rexer með vösluna á ekkert búst hérna í Emil. Dan á lítið búst en nær hins vegar að bjarga þessu. Emil heldur sókninni gangandi, reynir að fara í skotið hérna og Rexer er mættur. Step setur hann í vegginn, þar er Rexer. Reynir sendinguna eða skotið reynlega og Bjarni er fyrstur að átta sig. PS af veggnum. Step yfir á Dan hérna og Bjarni í hornið. Þá kemur PS, nær ekki góðu skoti. Step á ekkert búst, setur hann upp fyrir Emil en Dan er mættur. Step kemst hérna fram hjá Dan til að halda sókninni áfram. Lítið búst hjá Þórsörunum hérna í þessari sókn. En Emil Vald upp á móti PS, fínt 50, Dan fær boltan í henduna, reyna að finna PS, hann finnur bara Bjarna sem að neglir þessu fram, við erum pínu í pingpongi núna, bumpið á Rexer er gott, Emil Vald fær núna tíma og búst í horninu, PS er bumpað en hún var bumpað vel í boltan, Step nær að komast í boltan áður en Rexer kemst í hann, en Rexer með skotið, það var á markið, Dan með fínt 50, Bjarni reyna að finna Emil Vald núna er stoppaður af PS, Step með skotið og það er allt opið. Bíðu, hvað er bara næstu 3-4 maður? Ég bjóst við að sjá bara Rexer hérna, eða Dan, þú veist. Dan er að setja tilbaka. Ég bara bjóst við að sjá einhvern 3-4 mann bara neglu sig upp í horni hjá sér á PS þarna. 1-1 hérna. Við höldum áfram, Dan með gott touch, Bjarni í hornið. Heldur sókninni áfram, PS þarf að koma honum í hornið á Rexer sem að fer fram hjá einum og þetta er bara skot á markið og Emil þarf að verja. Bjarni fer þá í sóknina. Reynir að búka til en PS er mættur. Mér finnst bæði lið núna búin að vera að treysta rosalega mikið Þórsarnir og Emil Vald og 3-4 á Rexer í að búa til öll tækifærin í þessum leikjum. Mér finnst ég ekki búinn að vera að sjá Bjarna eða Step skemmtilegt spil hérna frá 3-4. Ég tala um það að þeir geta ekki treyst bara á Rexer og Rexer kemur ekki nálægt þessu spili. Það er bara PS og Dan sem að gera það en það er nákvæmlega það sem ég er að tala um. Þú þarft líka, þú getur ekki treyst bara á Rexer í að gera allt en þarna kemur það 2-1 fyrir 3-4. Lýsendabölvunin heldur áfram hjá okkur, gott fólk. Þetta er bara svona, Dan næstu því með tvísmölluna. PS í loftinu, kemur fram með einum, Bjarni verið á línunni, Rexer heldur pressunni áfram, úr þakkinu, reynir að koma sér niður, Emil Vald svarar fyrir því nær, góður 50 á móti Dan, PS á hliðavegginn, reynir einhverja klikkun þarna, nær því ekki, en sendingin fyrir á Dan er góð, Step Bjarna nær fínu 50 á Emil Vald sem hann kemst fram hjá Rexer, Dan tekur út í hornið sitt til að kaupa tíma fyrir liðsfélaga, finnur Rexer á miðjunni, Step stoppar þessa sendingu, PS í loftinu, þetta út til hliðar á Dan sem tekur stjórn á boltanum, vel gripið í honum, góð stjórn á boltanum, en missur hann aðeins þarna á Bjarna, Step á Bjarna, Emil Vald fer með honum, hann stór hættulegt hérna, boltinn hangir í lausu lofti, Step er fyrstur í hann, hittir í slána, Bjarni núna, Emil Vald er aftastur á móti Rexer, Rexer með flippar í settið, hann er sko flippari en Rexer. Sjáum það hérna aftur, Rexer skiptir alfarið stöðu, átt á boltanum þarna. Hann er að fara út í hornið og síðan er hann allt í hennu bara að fara til hægri. Þessir menn eru algjörir galdramenn. 3-1 fyrir 3-4 hérna, 30 sekúndur eftir. Þórsararnir, ef það er einhver sem geta þetta þá eru það þeir. PS, gott 50, þetta er ekki að fara að gagnast Þórsarunum mikið. Og Dan með gott 50 hérna líka, Emil setur hann hátt upp í loftið. Þar er Rexer mættur, er að fara að fá skot á markið og er að klára þennan leik fyrir 3-4 með þvílíku skoti. Rexer! Vá, frábær klemma frá honum. Loftfimlingarnir úr þakinu niður í klemmuna. Þetta var fallegt skot. Emil Vald fínt kick-off hérna fyrir Þórsarana. Step reyna að klóra eitthvað í bakkan en þessi leikur er runnin út. Það er bara spurning, nær eitthvað lið að bæta við markið? Nei, og það eru 3-5-4. 2-1, 3-5-4.
Þórsararnir núna við erum með sko Stepi með 4 skot, 1 mark og Bjarni 1 skot. Ég sá sára lítið af Bjarna þennan leik og nákvæmlega það sem ég var að tala þegar að Dan og PS spila vel saman opnaðist allt, en hvar Bjarni Stepdúið? Og mér langar hins vegar að benda það að Emil valdi með nákvæmlega sömu stig og hann var með áðan Í seinasta leik, já, mikið rétt. Mér finnst það bara fyndið að hafi verið þessi tala líka funny tala. En þannig erum við með að sjá það að Dan og PS að stígu upp, ekki Step og Bjarni. Já. Þarna vantar svolítið sjálfstraust í þennan leik. Rexer og Emil valdur klárlega stólparnir 2 í þessum liðum. En þarna eru bara Dan og PS með sjálfstraustið til þess að geta stíð upp og verið með Rexer sem var frábær í þessum leik og stjórnaði þessu leik gjörsamlega. Ég hjartanlega sammála því á meðan pönnukökunar hoppa þarna í Neo Tokyo. Við erum komnir þangað, núna að duga að drepast fyrir Þórsarana. 3-4 klára þetta núna, þeir geta klárað þetta og verið deildameistarar, eða geta Þórsararnir klórað núna í bakkan og fundið bara sigur núna næstu 2 leikina. Við skulum sjá hættulegu boltið, þeir missa af honum báðir 2, bæði PS og hver var þetta hinn upp í loftinu? Þetta var Rexer upp í loftinu sem kólar líklegast að hann með og síðan hann bara, hann boppaði í loftinu og PS nær ekkert að gera því hann var búinn að hoppa. 1-0 Þór eftir 20 sekúndur að spili. Þetta það sem þú vilt sjá ef þú ert Þórsari. PS í loftinu fer yfir 1, þannig Dan hins vegar nær ekki tvísmetlunni. Rexer með skotið, Bjarni með hættulegt skot. PS þá með skotið aftur, þar Bjarni tekur stjórn yfir á Emil. Frábær sending hérna yfir á Emil til að leysa pressuna. Dan náði hotbústinu sínu. Ég sé það bara, hraðinn núna þennan leik allt annar. Það ákveðni í báðum liðum, meiri heldur en hefur verið seinustu 3 leikina. Emil Vald í loftinu, nær góðu 50 á móti Rexer. Bjarni núna, kannski þetta málið, nær loftinu í gaugum og döngið á Rexer. Finnur seinna marki fyrir Þórsarana. Þetta nákvæmlega það sem ég að tala þegar ég segi að Bjarni og Step þurfa aðeins að stíga upp. Þetta nákvæmlega það sem ég vil sjá Bjarni, bara meira þessu. Takk fyrir. Ég vil fá æsispennandi leiki núna í dag og þetta svo sannarlega að eldast í að vera einn þannig. Rexer í loftinu, fer með PS hérna, þetta hættulegt. Emil fer í hotnið og býr til sókn. Dan stoppar hana í smá stund og nær snertingaboltann. Step með skot. Rexer út í hotnið, finnur bara Bjarna. Miklu meira hungur í Þórsarunum núna. Emil nær ekki nógu góður í stjórnaboltanum en Step kemur til bjargar, reynir skotið sem að Dan þarf að verja. Bjarni af hliðarvegnum, nær góðu 50 fyrir liðsfélaga. Rexer á undan Step í þetta. Emil Vald mættur til að verja þetta upp hotnið á móti Dan sem ekki með neitt búst. Nær góður sending á PS, það skot og þessi að leka inn, nei! Sláinn stöngin út, ekki inn. Og núna Bjarni ekkert búst, Dan veit það ekki og það feikið. Step núna á línunni, ver þetta rétt svo út fyrir Emil Vald sem fer út til hliðar. Rexer, fljótari, heldur pressunni áfram, vilja stoppa allt flæði hjá Þórsunum, minka búststöðuna, halda pressunni en núna Emil Vald nær að leysa pressunni og fast skot á PS sem að vera þetta út til hliðar. Dan á undan Step, Bjarna í boltan, Stepn loksins með fast skot sem að Dan ver. Emil Vald út í hotnið, reynir að spila með Dan, gerir þetta vel. PS og Dan fara saman í þetta en PS tekur boltan. Step upp í loftið á móti Rexer á bakveggnum, fær ekki flippið þarna. Emil Vald tekur þetta rólega á móti Rexer, fínt 50 á móti honum. PS grípur boltan af honum og heldur áfram. Step upp hliðarvegginn á sjálfum sig, sendingin á Bjarna góð, skoti frá Bjarna var frábært en Rexer mættur til að verja þetta. PS núna reynir sendingin á Dan, nær því ekki. Emil Vald hittir ekki boltan, lesa hann aðeins vitlaust. Rexer líka, Step gerir það og núna Dan með fast skot sem að Emil Vald kemur út til hliðar á Step. Gott 50 hérna Rexer hins vegar og Emil með góða vörslu. Dan reynir að búka til, finnur PS sem kemur með sendinguna. Step á lítið búst en kemur honum út á Emil
Rexer tekur þennan virkilega vel í hornið, tekur stjórn á boltanum, en Emil mættur, Dan nær að koma honum á boltanum, Step hins vegar vel gert hjá honum. Eminvald í loftinu, við vitum hvað hann getur gert og kemst fram í einum og það í bakvegginn og Bjarni þarna, nær ekki að skora, Rexer verður á línu, tortimingin hjá Bjarna frábær, Step núna tækifæri að koma sér fyrir á liðsfélag og það Eminvald sem að beið rólegur, fór frekar tilbaka, Bjarni núna á móti PS hefur betur, Eminvald uppliðavegginn, heldur pressuna áfram í loftinu og eins og oft áður kemst ekki fram hjá Dan í þetta skiptið og svarið núna mögulega frá Dan, frábær sending niður Rexer. Þarna Bjarni nær að lesa skoti frá honum, Eminvald kemst ekki fram hjá PS. Step á hliðavegginn, einn á móti Dan, með Bjarna með sér, setur þetta í bakvegginn og það Bjarni sem nær að pota þessu inn og Rexer nær ekki að snúa þessu við 3-0 Þór. Mínúta eftir, einhver möguleiki fyrir 3-4 að finna 3 mörk á mínútu? Það lítill séns en það hægt. Eins og við segjum, það tekur 2 sekúndur að skora mark, það nóg eftir í þessum leik. 3-4 þurfa að koma tilbaka, hefur alltaf sér að vinna þessa deild, þeir geta það alveg. Og Rexer hérna næstu því búinn að skora strax. Dan með sendinguna yfir á PS, Step setur hann út. Emil á fullt búst hérna, þetta hættulegur leikur hérna. Viltu ekki gefa Eminvald fullt búst og tíma. Bjarni núna nær ekki skotinu á marki, Dan nær að leysa pressuna, Eminvald rólegur, keyra það hérna tilbaka, Step nær til boltans og allt opið hérna 3-4 megin, Bjarni reynir að koma sér fyrir og Eminvald sem bara nei, veistu, ég ætla að leika mér aðeins með matinn, Step á móti PS hefur betur, tortimingi frá Eminvald, leysi pressu, fyrir upp í loftið, eyða tíma, 10 sekúndur eftir, 3-5-4 eru mjög líklega já að tapa leik 4. Við erum að fara, dömur mínar og herrar, í leik 5 á milli 3-5-4 og Þór upp á það hver verður deildarmeistarinn. Skoti frá Dan, skemmtileg tilraun hérna, ég elska að sjá þá halda boltanum uppi eins lengi og hægt Eminvald gerir þetta vel, en hvernig boltinn ekki að detta? Þetta frábært. Eminvald hérna með skotið, Step tilbúin að halda þessu ennþá á lífi, lítið búst hjá honum, PS kemur þessu niður, Dan heldur þessu ennþá á lífi en þarna dettur boltinn loksins á jörðina og Þórsarar ná að taka leik 4. Við erum að fara í leik 5, Fenrir. Ég sagði það kæmi, það kemur leikur 5. Já, þú veist, þetta var bara svona, það sem ég sagði var náttúrulega bara einhver þvæla með það sem við erum að sjá. Ég vildi bara sjá það glórhungrað Þórsara eins og við vorum að sjá í þessum leik. Bara hraðinn, snerpan sem við vorum með, þetta var andstyggilegt fyrir 3-4 að reyna að díla við þetta og núna á sigur leikvangurinnum Champions Field í leik 5. Hver verður deildarmeistari gerverk deildarinnar núna 2025? Verður það 3-4? Verður það Þór? Það eru Þandartaugar. Býstu við að eitthvað liðið hlýtur að hafa tekið timeout hérna bara til þess að fá aðeins að anda hreinlega? Já, það kæmi mér ekki óvart ef að 3-4 gera það. Ef það var. Smá tæknilegir örðuleikar. Ekki einu sinni það, þetta var bara við að magna upp spennuna fyrir ykkur heima. Ég hérna get ekki staðið kjur, ég verð að vera að labba, ég það spenntur fyrir þessu. Fenrir getur nú alveg staðfest það að ég búinn að labba örugglega, þú veist, ég fyrir örugglega að detta hérna í kílómetr. Ef að Króli horfir til hliðar sér hann svo sem líka, það annar maður hérna sem röltir líka. Það mikið í húfi. Það mikið í húfi. Eins og ég sagði nú áðan þá þetta upp á sérstaklega playoffs. Sem að ég man ekki alveg dagsetninguna á hvenær það verður. Bafka kannski segir mér í eyrað, draugurinn minn, hvenær það en núna þetta æsi spennandi. Þandartaugar, við erum alveg að fara á stað.
smá tæknilegir örðuleikar í gangi, en þetta bara bætir á spennuna. Þetta bætir á spennuna hjá okkur. Verða það Þórsara sem að taka deildina enn eitt árið eða munu 3-5-4 vinna deildina í fyrsta skipti? Er það í fyrsta skipti þar sem að þeir geta unni núna? Já. Úff. Það er mikið í húfi. Geta 3-5-4 unnið deildina í fyrsta skipti og tryggt sér þægilega stöðu í playoffs? Það er spurningin. Það er náttúrulega, þetta er líka bara það að geta sagt að þú hafir unnið. Ég heyri bílunum hérna, vélanar hjá þeim vera að fara í gang og núna leikur 5 farin í gang milli 3-5-4 og Þórsara topp baráttan í GR-verkdeildinni. Hver verður GR-verk meistari að maður mætti kalla það? Hérna eru 3-5-4 konur í sókn, en Emil leysir úr þessu, þá kemur Step. PS yfir á Bjarna og þetta lekur inn! Og Þórsarar eru komnir yfir í loka viðuregninni. Hvað gerðist þarna? Bjarni er eins og, þú séð ömmuina sem er að horfa í nálina að koma tvinnanum í gegn. Þetta var bara nákvæmlega það. Sjónin þarna var frábær hjá Bjarna, nær þessu, finnur gatið hann á milli. Emil Vald með skoti hérna, vill fá seinna markið. Step í hornið, reynir að finna Bjarna. Bjarni hættulegu bolti, núna er 3-5-4 maður þarna. Nei, Emil Vald kemur sér upp hornið hjá sér á móti Rexer, kemst fram hjá honum og heldur sér nálægt boltanum. Dan er til varnar, nær að koma sér út, nær að verja þetta út til hliðar. Rexer núna nær ekki til boltans. Bjarni á móti PS, hættulegu bolti. Bjarni nær hann að klára. Já, Bjarni, þarna er maðurinn sem ég vildi sjá í leik 1 og 2. Bjarni hérna gerir frábælega til að taka þarna PS alveg út á laginu, upp úr öllum felgunum 4 og 2-0 Þór. Þetta er nákvæmlega staðan. Ef þú ert Þórsari þá viltu nákvæmlega vera hérna eftir rétt rúma mínútu að spili og þú vilt bara bæta í núna. En munu 3-5-4 finna svör. Það eru 4 mínútur fyrir þá til að finna einhver svör við Þórsörunum. Taugarnar eru þandar hérna á 3-5-4, þeir verða að halda haus. Hérna er Rexer, setur hann í hornið. Emil og PS. Þar er Bjarni. Dan setur hann hátt í hornið. Þar er engin nema Step sem að tekur hættulega snertingu hérna. Bjarni út í hornið á móti PS. Bjarni reynir að koma sér fyrir. Dan svarar fyrir þetta. Emil Vald fljótur að mæta, reynir að koma sér fyrir á liðsfélaga. PS í loftinu, lítið búst, nær hérna að halda flippinu lengi. Bjarni heldur pressinu áfram. Dan ekkert búst, það er engin. Það er ekkert búst fyrir 3-4 og flippið er gott frá Bjarna, ekki alveg á ramman, en Emil Vald í loftinu með flippið á móti Dan. Dan þarf ekkert búst til að verja. Þegar við sjáum hérna grafíkina vinstra megin, Dan einu með búst fyrir 3-4 og hann er í vörninni. Rexer núna nær að hreinsast út til hliðar. Pressan er að stigmagnast hjá Þórsurunum. Step upp í loftið, reynir að finna Emil Vald hægra megin við sig, nær því. Emil Vald nær fram hjá PS. Dan á bakveggnum. Bjarni reyndi skotið, hitt hann ekki nægilega vel. Rexer fær ekki bústið sem hann þurfti, tekur það frá Þórsurnum. Dan núna vill taka þetta upp vegginn hjá sér, nær því ekki. Bjarni feikar það fyrir Emil Vald. Þetta var frábært feik. Þarna eru Þórsararnir á sömu blaðsíðu. Emil Vald og Bjarni feika alla í 3-4. Rexer og PS eiga ekki möguleika á að verja þetta. 3-0, við erum að detta í hálfleik í leik 5. Ef þú ert 3-4 maður þá ertu á taugunum núna og núna kannski fjórða, nei. Emil Vald nær hann að halda þessu á lífi, já. Núna flippið í bakvegginn. Rexer nær að koma sér út til hliðar, heldur sér nálega boltanum, tekur þetta fast skot. Boltinn er eiginlega bara búinn að vera 3-4 megin þennan leik. Núna í hálfleik náðu þeir að snúa þessu alveg við. Þeir 3-4, ef að Þórsarar geta fundið 3 mörk á hálfum leik þá geta þeir það. Boltinn fyrir bakvegginn, Rexer er fyrir til en Step kemst í boltan. PS af veggnum, þar er Bjarni mættur með skotið, þá kemur Dan. Dan upplýða vegginn, nær í flippið, nær að halda boltan nálega sér. Boltinn núna, Rexer finnur 1 mark
fyrir 3-5-4. Þetta er nákvæmlega þess að þú vilt finna. Bjarni og Emil Vald ekki alveg á sömu blaðsíðu þarna, hver á að taka boltan og Rex er fljótur að nýta sér öll tækifæri í svona leikjum. Þetta er svo æsi spennandi. Rex er tekinn á boltanum, þá er Emil í loftinu, finnur Bjarna með fullt bústum á skotið og hann er að setja 4. markið. Þetta var frábært skot hérna á Bjarna, næstu því svona klikkun, en þetta var frábært ríktarækt til Bjarna. 4-1 fyrir Þórsurum. Núna strategían frá 3-5-4 kemur út í kick-offinu. Bjarni kemst fram með einu, finnur Emil Vald. Emil Vald kemur sér í bakvegginn, en Rex er næra bömpunum af þessu. Step núna heldur sig uppi, reynir að finna liðsfélag, finnur Rex er í þakkið, fær flippið, fær skotið! Það er ekki að verja þetta á línunni, og Rex er aftur nær að nýta sér öll tækifæri, tekur þetta í loftið og fær flippið. Frábært skot, það er nógu fast svo að sama hvað Emil Vald, hann hitt hann frekar illa Emil Vald, en hann var það fastur boltinn að það var ekki hægt að ná þessu út. Og 4-2 núna. Rex er komin út í hornið, vill koma sér fyrir, nær ekki bumpinu á Emil Vald. PS senastur eftir. Bjarni vill reyna sendinguna, PS upp í lofti og móti Step, kemst fram hjá honum. Núna Emil Vald og Bjarni hoppuð saman í þetta, hættulegt að gera það í þessu. Rex er með fullt boost, kemst ekki fram hjá Bjarna. Döngið er gott, Emil Vald ver á línunni. Núna PS með annað skot og Emil Vald ver aftur. Bjarni kemur svo út, Rex er upp hliðarvegginn sinn og hættulegur bolti núna. Emil Vald er að drífast tilbaka nær því. Bústið er stólið af honum. Dan býður þarna á miðjubústinu, fær það ekki og heldur ekki Emil Vald. En boltinn hættulegur fyrir fram á markið hjá 3-4. Bjarni missir af honum. Step með sendinguna á Bjarna. Bjarni með sendinguna á Step. Step aftur með sendinguna á Bjarna, sem hann nær ekki að nýta sér þetta. PS núna reynir að leysa pressuna. Dan, það eru 35 sekúndur eftir. Geta 3-5-4 menn fundið 2 mörk hérna á hálfri mínútu. Rex er, ef einhver getur það, þá getur hann komið boltanum fyrir á PS með skoti. Emil Vald verður þetta út. Dan núna skilur þetta eftir fyrir Rex, sittur þetta í jörðuna sem hann kemur svo alveg út til hliðar. Skilur þetta eftir fyrir PS með basskot. Step verður þetta út. Rex er með boost, heldur pressinu áfram. Þetta er 10 sekúndur, Emil Vald með búst, nær að eyða hellingstíma núna og Þórsararnir eru að finna nákvæmlega þar sem þeir vildu og Þórsararnir eru deildarmeistarar. 3-2, næstu í nákvæmlega eins og þú spáðir nema öfugt. Þetta er það sem að Þórsararnir hafa, þegar vantar þetta í restina, þá er engin betur en Þórsararnir. Ég meina Bjarni loksins og Step líka þarna, 5 skot frá Bjarna, 3 mörk og jú, 1 stóðsending frá Emil Vald, en þetta var, hann bjóð til svo mikil tækifæri og 2 stóðsendingar frá Step núna í þessum leik. Þetta er nákvæmlega setupið sem þetta á að vera. Step er oftar en ekki með assistin eða Emil Vald. Hann er límið á jörðinni. Hann er límið á jörðinni. Og Emil Vald líka, Emil Vald með skot, með tortimingar, með mörkin, hann er playmakerinn á mörgu leiti, Emil Vald. Og þarna, mér finnst það sérstaklega sjást hérna í leik 5. En 3-4 sárt að tapa svona. Þeir spiluðu vel í leikunum, en það vantaði svolítið upp á. Það vantaði klárlega eitthvað upp á þarna í seinustu 2 leikjunum. Hvað það var? Það var bara hraði leið og Þórsararnir keyrðu upp tempóið, þá var bara ekki hægt að gera. Nei, og Þórsararnir fóru að stela bústunum af þeim og eitthvað þannig. Já, ég bara, ég verða að ná mér í vatn. Ég er að deyja algjörlega, en tökum stutt auglýsingahlé og verðum komin aftur að vörmu spori. Býttu hann að skipta akrein?
Já, komið sæl og verið velkomin aftur eftir þetta stutta auglýsinga hlé hjá okkur í GR-verkdeildinni. Við vorum að klára leik 3-4 og Þórs þar sem að Þór fór með Sigur á Hólmi 3-2 en við skulum bara líta strax á það, Fenrir, af hverju það er mikilvægt. Ég sá nokkra spurningar í chatinu, er það þá þannig? Er plus-mínus staðlan rétt þá eru Þórsarar deildarmeistarar eða ekki, en við skulum bara líta á það hérna. Það sést greinilega ekki hérna. Eru þeir jafnir? Nei, það er Þá eftir að fyrir leikinn í dag voru bæði lið með 4 tapleiki og með þessu fara Þórsarar í 1 leik í plus í sigri. já, það hérna sko, plus-mínus-talan er í rauninni að fyrir þetta nei, er það? Er ég virkilega nú er ég búinn að rugla sjálf á mig með því að horfa á Wikipedia út af því þar er sko þar fyrir þetta allt er 3-4 með 18 stig og plus 20 Já. Þór er með 16 stig og plus 22 jú, þarna ég þurfti bara að segja það upphátt og þá áttaði ég mig á þessu en já, þá einmitt er það að Þórsararnir eru þá með plus 23 en 3-4 með plus 19 þannig að jú, þarna er það einmitt nákvæmlega eftir hugareikningin hjá mér þá er það einmitt út af þessi plus-mínus tala er, þú veist, meikar bara engan sens með við það sem er inn á Wikipedia en já, þetta þýðir það að Þórsarar eru þá deildarmeistarar, GR-verkmeistarar, hvað sem að vill kalla þessa þennan titil en ég sá bara einmitt nokkra spurningar frábær leikur en þá er það annar frekar mikilvægur leikur meira bara upp á orðspor liðana. Já. Þetta er meira upp á orðsporið og hvað á ég að segja þú veist, Dusty hafa ekki verið Dusty þetta tímabil Alls og Ómon hafa ekki verið Ómon þetta tímabil út af að það vantaði Vano byrjun á tímabilinu í allavega 4 leiki og 4 mikilvæga leiki Já. en þú veist, áður en ég klára að fara yfir allt liðið hjá Ómon ef við að líta á lið Dusty Já, okkur ekki. Í lið Dusty höfum við náttúrulega okkar besta Vatima, Crypto, Usyk og Bins. Það hefur ekki verið neitt Bins, er ég nokkuð vissum? Nei, Nei. ég held ekki. Hann er svona Paxol Dustys. Já. Hann er Paxol Dustys en Vatima, Crypto, Usyk. Það line-up boðaði gott í rauninni. En það hefur ekki gert það á tímabilinu. Ekki eins og maður bjóst við að, þú veist, Dusty væri þá í þessu allavega 3. sætis baráttu. Já. Þeir eru bara ekki þar. Það er bara vantað svolítið upp á hjá þeim á þessu tímabili. Já, en samt sem áður frábæri leikmenn, Crypto, við vorum að tala um áðan, bestu útlendingarnir, Rexer allan daginn. Porsas. Já, þú hins vegar sagði fyrst Crypto. Ég minnst Crypto bara þessu tímabili búin að vera að spila virkilega vel og vera svolítið ljóspunktur í þessu döstíliði. Já. Ég sagði að það væri Rexer Porsas. Já. Og ég ætla meira að segja að ganga það langt að segja Rexer Porsas Vano Crypto. Maður gleymir oft Vano í þessu samtali að hann er náttúrulega rosalega góður. Og náttúrulega í Ómon, og við skulum líta á Ómon liðið út af því þar eru við náttúrulega með Ómo í Ómon sem er bara ómót stæðilegt. Já. En þar er einnig okkar besti Bissy, Vano og Chrissy. Bissy eins og ég er búinn að tala eftir að fara yfir ball chasing og meira. Þetta er leikmaður sem að, sérstaklega í fantasy, sem að þú vilt hafa á vellinum alltaf. Þetta er leikmaður sem hún skiptir ekki út. Hann er svo consistently góður. Já. Hann er það. Það er bara, hann er
frábær og ég get ekki beðið eftir að sjá hvað, þú veist, hann gerir til dæmis á playoffs. En áður en við förum að búast við hvað við segjum, þá vill ég fá að sjá þið sem sitji heima og þú kaust vitlaust, það var VAFO, ég veit ekki af hverju þú ert að kjósa Víking Ólafsvík, en það er millumerki DI og millumerki Ómon fyrir ykkur til að kjósa heima. Okkur langar að sjá hvað þið hafið að segja, þannig að endilega kjósið. En Wow! Ok. það eru komin 2 votes. Hvað segir þú? 3-1 Ómon. 3-1 Ómon. Já. Sko, það er náttúrulega sagt okkur að ekki vera sammála. Það var örugglega eina af fyrstu reglunum sem að Dingo kendi mér, var að ekki alltaf vera sammála. Ætlar að vera sammála mér í dag? Ég ætla ekki að vera sammála þér í dag. No, ok. Ég verð náttúrulega Ómon megin. Ætlar að segja 3-2 eða 3-0? Ég ætla að segja 3-0. Wow, ok. Ég er aftur þar. Þetta er 3-0 Ómon. Ok, við bara... Já. Ég ætla bara að segja það hér og nú. Dempum okkur bara í leikinn og finnum bara út úr því, sko. Við finnum út úr því og ég veit að Krissi á eftir að brjálast yfir því að ég hafi verið að segja þetta. Eða brjálaðislega fagnaðarlæti. En leikur 1, Dusty Ómon. Hver fer með sigur á hólmi í fyrsta leiknum þegar við höfum náttúrulega Usyk, Crypto og Vatima fyrir Dusty. Og það er engin Vano. Aha! Það er engin Vano á vellinum. Má ég breyta prediction, víst að hann er ekki hérna? Það er bara steint. Vatima er búinn að skora fyrsta marki fyrir Dusty eftir 7 sekúndur. Og við erum með Simpsons bílinn. Það sem að Brimar var að biðja í seinustu útsendingu. Við erum með Simpsons bílinn. Ég er náttúrulega, það eru flest allir Simpsons fan, en hérna er skotið frá Krissa er fínt, en hvar er Vano? Ég skil ekki, hvar var tilkynningi frá Krissa? Ég er með Vano í fantasy-liðinu mínu. Þetta er ömurlegt, en hérna vartum að á Simpsons bílnum bleikuð þrumunni, en Usyk með frábæra sendingu. Vartum að, sko, ég veit, sko, ég er að fara að breyta þessu í 3-1 Dusty núna. Ok, þú mátt það. Takk fyrir. Út af ég vildi Vano. Bissi hérna á boltanum. Yfir á Krissa, Crypto mistir á honum, Vatti í loftinu. Vatti núna frá. Skemmtileg tilraun þarna hjá honum að skoti klemman hérna milli Bissi, ekki nægilega góð til að hreinsa þetta vel. Bissi núna, góð torkning frá Krissa, boltinn hættulegur, Krissi á Bissi, Bissi með skotið, Usyk aftastur, þetta er ekki á marki í Crypto. Núna setur þetta í hliðarvegginn á sjálfan sig sem að reynir að framlengja þetta lengra. Krissi á móti Vatima kemst fram hjá honum en ekki fram hjá Bissi. Usyk setur þetta upp í loftið, það er tími fyrir Ómon-menn. Nú poppir þessu upp fyrir Ómo, gerir lítið með þetta. Krissi reynir að taka þetta fram hjá Crypto, nær því ekki og núna hættilegu bolti. Bissi nær hreins þetta, tortingin frá Ómo er góð til að leysa pressu og reyna að mynda eitthvað sjálfur. Núna Crypto hérna, Bissi nær ekki tvísmöllinni, Krissi. Þar er Vatti með skotið, Ómo rétt nær þessum. Bissi með góða klemmu. Ég beið eftir því að fagna þessu. Að fá klemmu á svokallaða klemmukónginn er náttúrulega bara frábært. Núna Crypto með tvísmöllina Ómo. Hvernig varði Ómo þetta? Þetta var klikkað. Ég vildi að við varum með replay á þessu. Ómo núna nær að hreinsa þennan bolta. Halda sér nálægt honum. Crypto misti þarna af honum. Pínu ofta sem við erum búin að sjá Crypto núna í þessum leik missa af boltum. Krissi með fast skot og þetta er opið. 2-1. Ómon finna hérna mark. Þegar rétt rúmur hálfleikur er kominn. Bissi frábær sendingina á Krissa. Usyk reyna að halda sér frá stöngina þarna að fara að krækjast þarna inn í markið hjá sér. Og 2-1. Krækjast? Já, krækjast. Já, krækjast. Já. Ekki hrækjast og hérna Bissi!
stöngin ekki með Busy núna í þetta skiptið. Kristi Klemman reynsar hérna fyrir Dusty menn en það bara yfir á Busy. Busy reynir að koma sinni fyrir. Kristi setur þetta upp á hliðarvegginn, nær ekki að fylgja þessu sjálfur. Omo lítið búst en skilur þetta eftir fyrir Busy sem fyrir upp í þetta sjálfur núna með skotið og þessi endar inni og jöfnunamark Ómon. Má ég skipta aftur sko? Nei. Ég ætla samt að gera það. Nei. Ég ætla að halda mig við fyrstu skoðun. 2-2 hérna, Dusty, Ómon konið tilbaka eftir að hafa lent 2-0 undir. Útsík með gott kick-off, Krissi, góða stjórnind á boltanum, fer í loftið, fer yfir Vatta. Nær góð 50 á Krypto. Busy fer ekki í hann. Ómon nær þessum, setur hann hátt í loft, þar Úsík. Yfir á Krypto. Krypto nógu tími hérna, hann að búa eitthvað til, fer fram hjá einum og Vattimann næstu því búinn að ná til hans. Úsík stoppar Busy. Krypto með stjórn á boltanum, nær klemmunni hérna inn á miðju. Omo núna reynir að koma sér yfir nær því, nær hann að fylgja sér sjálfur, hann feikar þetta fyrir Busy, Busy með skotið og 3-2 Ómon. Þetta er frábært. Ég sagði aldrei neitt annað nema Ómon myndi vinna. Dusty hérna eftir að hafa verið 2-0 yfir í byrjun leiks eru konur í 3-2 undir gegn Ómon. Alls ekki búið, 1 mínúta og 20 sekundur eftir. Úsík með opið mark hérna en þetta er langt yfir. Tortimginn fyrir Vattima opnar allt en Busy verður þetta út til hliðar og nær að fylgja boltanum hérna í 50 á móti Krypto. Úsík núna reynir að finna liðsfélaga, Krissi reynir að finna Omo. Omo nær ekki skotinu á markið. Krissi nær ekki að nappa bústunu þarna af Úsík. Vatti fram á. Þar er bara Busy sem að kemur þessu, reynir að koma þessu fyrir. Það Omo og Busy reynaði klemmuna en náði ekki á markið. Krissi aftastu núna, sendingin á Vattima er góð. Krissi missir rétt svo af boltanum. Hann var aðeins og fljótur á því, bjóst við ofgóðu skoti frá Vattima. Og 3-3, 50 sekúndur eftir að þessum leik. Nálægt þarna hjá honum. 50 sekundur eftir, kick-offið er fínt fyrir Ómon menn. Busy neglur svo hátt, Úsík nær snertingunni niður. Busy fylgir boltanum með tortim þarna af Krypto. Fín tortiming þarna, Krissi tekur bústið, nær fram hjá einum. Núna tækifæri fyrir hann, Vattima reynir að bömpa honum. Ég hefði viljað sjá bara skotið eftir að Vattima bömpa honum hana. Það hefur verið frábært. Krypto upp í loftið, 20 sekundur eftir. Busy á Krypto, hættulegu bolti núna. Ómon megin, Úsík er með flippið, nær að fylgja þessu. Busy vel mætti á honum, Krypto núna missir að boltanum, allt er galopið. Vattima nær að komast tilbaka, boltinn núna hangir í lausu lofti fyrir fram að marki. Krissi nær skoti og bömpið á Krypto er gott og Busy núna aðeins í loftinu. Nær ekki nægilega góð 50 en Omo fær boltan í hendurinn, það er skot. Boltinn á lífi, Dusty megin, Krissi kemur svo út í hotni. Krypto tekur stjórn á boltanum, vill reyna að finna Vattima hérna. Klemman er fín og skemmtileg en hún er ekki nægilega góð og boltinn dettur í overtime í gullna markið í leik 1. Ómon Dusty. Busy frábært kick-off hérna fyrir Ómon menn. Tortimingi frá Krissa er góð. Omo í hotnið í tvísmelluna er með flippið, nær að koma sér fyrir á Busy. Busy nær ekki að vera á undan Krypto í boltan og boltinn dettur núna Ómon megin og hættulegu bolti. Busy nær einhvern veginn að, hvernig er boltinn bara komin yfir og hvað er Vattima? Býtu, wow, hvað er í gangi? Busy einhvern veginn nær að sleppa Ómon með þessa óreiðu í vörninni og skora upp úr því. Krypto bara lífar leikinn og ég veit ekki hvað er í gangi. Ómon vinna hérna fyrsta leik og þar með spáin að skróla dottin út. Nei, alls ekki. Og virkilega vel spila hérna hjá Omo. Ég sagði 3-0 Ómon. Busy hérna, þvílíkur leikur, ekki tekið það Dusty samt sem áður, 3-4 hérna í æsispennandi leik. Vattima virkilega góðir í þessu leik. Krypto og Úsík líka, en Busy með 7 skot hérna, er að stíga upp fyrir Ómon menn í þessum leik. Núna er bara að gera það tvisvar í viðbót
Og þá þetta komið í hús, forboðna musterið. Hefur verið skemmtilegt í dag, vonandi býður upp á ennþá meiri skemmtun á milli Dusty og Ómon. Hvað heldur þú? Hvernig fer þessi leikur? Ég held að fara í 3-2 fyrir Ómon. Fyrir Ómon? Já. Aftur? Nei, það var náttúrulega 4-3 fyrir ekki. Já. Ok. Það er annað gullnamark. Það er annað. Förum við í framlengingu? Við förum í framlengingu í gullnamarkið, en það er lítið á mörkum þennan leik. Ég finn það á mér. Álfan að tala til mín. Ok. Þetta fer í gullnamarki 1-1. Ok. Og Ómon taka 2-1. Við erum að fara á stað í leik númer 2. Og Krissi með tappinn. Enginn með leiknum, bara opið mark. Hérna er Vatti í loftinu. Torti með Bissi með sendingun og Krypto og þeir Dusty að skora aftur eftir 7 sekundur. Er þetta að fara að verða eins og seinasti leikur? Býttu, er þetta ekki 6 sekundur? Nei, fyrirgeðu, þetta eru 7. Já. En já, Dusty strax með fyrsta opnunarmarkið í þessum leik. Skemmtileg tortiming þarna hjá honum í loftinu hjá Vatima. Vatti forðast tortiminguna frá Ómo. Hættulegu boltinn núna yfir. Bissi reynir að taka stjórn á þessu. Boltinn rúllar hérna fyrir fram á marki Ómon, en engin Dusty maður tilbúinn í þetta. Krypto reynir sendingarna tilbaka. Bissi kemst í þennan Úsík í loftinu á móti Ómo. Ómo kemst fram hjá honum, nær hann tvísmellunni? Nei, en boltinn hangir í lausu lofti. Vatti nær að fylgja sig í klemmuna sem fer næstu í fram hjá Bissi. Það er tortimingin frá Krypto. Krypto með Vattimaðana með sér. Ná ekki að klára þetta. Krissi í loftinu. Setur út til hliðar Úsík á Krypto. Krypto reynir skoti, nær því ekki alveg. En Úsík núna reynir að koma sér fyrir. Krypto í horninu, nær að koma sér inn á markið. Ómo í loftinu með fulla stjórn á þessu, kemst fram hjá Vatima. Úsík fyrir aftanan, setur þetta beint á Krissa. Krissi setur þetta í bakvegginn. Krypto nær snertingunni, mikilvæg snerting. Bissi fyrir á hliðvegginn og fylgir þessu sjálfur. Sendingin inn á miðju, það er enginn á sömu blaðsju og hann þarna. Ómo undan Vatima í boltan. Úsík poppar sér hátt yfir. Núna Ómo. Hættulegu bolti en sleppa með skrekkinn. Ómon menn. Ómo í loftinu gegn Krypto. Krypto truflar hann að Bissi, þá er Vatti mættur. Krissi í loftinu. Úsík setur hann niður fyrir Krypto sem að nær snertingunni, reynir að setja hann niður fyrir Vatta sem að nær snertingunni. Ómo setur hann upp á ekkert búst, þar er Úsík mættur. Fer yfir á miðjuna, finnur Krypto sem í loftinu. Nær ekki að búa til mark úr þessu. Ómo nær ekki að hreinseta. Vatima fær stjórn á boltanum og það er flippið! 2-0 Dusty. 3 mínútur eftir að þessu leik. Þetta lítur rosalega mikið út eins og seinasti leikur. Vatti frábær stjórnanda á boltanum og Krissi aðeins og framalega og missir hann fram hjá sér. 2-0 Dusty, 3 mínútur eftir. Sama staða og Ómon menn voru í áðan. Það er erfitt að lenda í sömu stöðu tvisvar og gera það sama aftur. Þannig núna verða þeir að finna svar, losna úr þessari pressu sem þeir eru að ná að mynda. Dusty menn, og meðan ég er að segja það, þá er náttúrulega bara Úsík töframaður hérna að finna einhverja glufu í vörninni hjá þeim undir Krissa og framhjá Bissi. Frábærlega spilað hjá honum Úsík. 3-0 fyrir Dusty. Búnir að brjóta regluna með við fyrir leikinn. Krissi kemst ekki fram hjá Vatta, nær ekki snertingunni. Þá er Krypto í loftinu með gott skot. Og Bissi. Úsík með skotið. Bissi aftur með vörsluna. Ómo tortímt af í Úsík. Krypto kemst fram hjá Bissi. Krissi sendir óvart næstu inn á miðju en Bissi einhvern veginn nær að snertan til að stoppa það. Ómo núna inn á miðju. Vatima heldur pressuna áfram. Krissi hoppar í þetta þegar hann hafði tíma. Vatima núna 50 fyrir hann. Krypto upp á Úsík. Bissi á undan, báðir hitt ekki boltan. Krissi tekur stjórn á þessu, nær ekki að koma fram hjá Krypto. Krypto inn á miðju á Vatima. Þeir reyna að gera eitthvað saman en Vatima aðeins og framalega. Ómo
næra hreinsita, pressan að stigmagnast hérna, Úsik með skotið með stendinguna, Valdimar setur þetta í stöngina, Ómó næra setur þetta út til hliðar og halda sér nálægt boltanum, núna í loftinu, ekki með flippið til að ná nálægt þessu, Krissi missir af honum Bissi í loftinu, núna tækifæri fyrir Ómon-menn, 1 mínúta og 40 sekúndur eftir, Ómó í loftinu, Kryptó til varnar, setur þetta út, Krissi missir af honum og Valdimar með galopið mark og 4-0 Dusty í leik 2. Þetta brött brekka fyrir Ómon-menn. Mjög brött brekka hérna og Dusty að yfirspila Ómon hérna. Ómon á ekki sjens í augnablikinu. Virkilega vel spilað hérna hjá Dusty. Gott kick-off hérna fyrir Dusty. Bissi með skotið, Úsik og Kryptó fara saman í boltan en þeir ná ekki að nýta sér það hérna. Það vantar mikla ákveðni núna í Ómon-menn. Vilja snúa þessu við, kannski ekki í þessum leik en í næsta. Bissi með tortímdu Kryptó með loft 5-leika í staðinn. Bissi með stjórnaboltanum kemur svo til hliðar en Úsik fljótur að mæta þessu. Sjáum bara ákveðnina frá Dusty í þessum leik. Hvað eru fljótir að aðlaga sig eftir að tapa fyrsta leik. Frábær tilraun að skoti hjá Valdimar. Bissi setur hann upp. Það bara Kryptó. Vatti í loftið. Bissi tekur stjórnaboltanum, neglir honum upp. Vatti tekur hann niður. Og þannig hættulegu bolti fyrir. Þarna kemur Bissi og hann að skora. 4-1. Það eru 34 sekúndur eftir. Það lítill séns en það smá séns. Við höfum séð á koma úr verra og taktikinn getur komið út núna, kick-off strategían getur komið. Krissi, hvað gerir hann? Reynir að koma þessu yfir á Bissi sem tekur bara skotið. Það bara Úsik með stjórnaboltanum, nær bömpuna á hann en enginn nær að fylgja þessu nógu fljótt. Ómó, ekkert búst og það bara skot sem í stöngina út en Úsik tilbúinn að klára þetta og núna ætla ég eiginlega að segja að þessi byrja að græja naglan í skúffuna. Í skúffuna? Já. Meinar í kistuna? Nei, skúffuna. Það hljóma betur. 5-1 fyrir Dusty hérna. Úsik. Krissi með stjórnaboltanum, fer í loftfimleika. Ómó. Sjáum hvað Dusty bara hátt að mæta hérna á vellinum. Bissi með skotið. Núna rennur þetta út og Dusty menn fara með sigur á hólmi úr þessum leik 2, kannski eitthvað smá, nei, engar sárabætur fyrir Ómon-menn og Dusty sigra leik 2, 1-1 á milli þessara tveggja liða og bara allt annað leikur frá Dusty-mennum, fljótir í núna aðlaga sig að þessum breytingum eða þú veist að þessu tapi í fyrsta leik. Já, yfir á vallar, stígin, Vatti, Kryptó. Krissi sástu voða lítið í þessum leik. Sástu eiginlega bara mikið lítið af öllum í Ómon. Það vantaði bara heildina litið, vantaði ákveðni bara hjá þeim öllum. En þú spáum þín dottin út? Já, bara þú veist eins og alltaf. Það líka bara allt í góðu. Það má alveg vera þannig. Ég þarf ekki að hafa rétt fyrir mér. En leikur 3 hafinn á milli Ómon og Dusty. Bittu nú við. Hvað í gangi? Tech issues. Vatti. Núna það gerði einhver regla þetta. Núna man ég hann ekki alveg. Það var hægt að var það ekki að pása leikinn? Mér minni það. Nú förum við í bara smá að skoða reglunar og skulum koma okkur bara aftur í stúdíóða meðan við finnum út úr þessu. Hvað þurfa Ómon-menn að gera núna? Ef þeir vilja vinna þetta, ég veit það skiptir nú kannski ekki miklu máli fyrir stígin, stóðir
vinni núna þá það bara leikjatalan fyrir Dusty bara það mikið í hag að það bara ekki möguleiki fyrir Ómon að fara upp fyrir Dusty en svona fyrir sjálfstraustið hversu mikilvægt það? Bara mjög mikilvægt. Ég meina þú vilt alltaf vinna leiki og þú vilt alltaf standa þig vel. Ég meina Ómon hafa átt góða leiki á þessu tímabili og þeir eiga þetta alveg inni. Það remake þannig að það verður 0-0. Hver að vinna Ómó? Ekki, þú veist, það bara jafnt á milli ykkar. Ég ætla að vona að þú sért að fylgjast með leiknum. Ég ætla að halda það allavega nema, þú veist, ég veit ekki hvernig hún ferði að þessu. Þú ert eitthvað stórhundalegur, Ómó. En það remake, Dusty fór með sigur núna, að fara í þennan leik núna, tech issues hjá Vatta. Þetta að fara að hafa áhrif á þennan leik. Klárlega. En við erum farin aftur á stað í leik 3. Leik 3, 0-0, það taldi ekki og núna Úsik reyna að koma sér á Krypto, nær því ekki Vattima með stjórnaboltanum upp hliðarvegginu, bömpar af Bissy og Krypto upp hotnið hjá Ómonmönnum, nær í flippið, fyrir í bakvegginn en Ómó svarar vel fyrir þetta. Ómó núna þarf að verja út en þetta næstu í galopi. Krissi kemur svo út til hliðar á Bissy með fullt boost, reynir að feika Krypto en það nærði ekki. Ómó fyrstur í boltan, kemst fram hjá einum og boltin lekur niður. Ómó nær næstu í tvísmellunni til að klára þetta, finna fyrsta markið. Það allt önnur ákveðni núna í Ómonmönnum. Boltin fyrir bakvegginn og Ómó finnur fyrsta markið fyrir Ómonmenn. Tók þá 50 sekundur þar sem hefur tekið Dusty í 7 sekundur en frábært þarna hjá Bissy síðan að backflippa þegar Ómó kólar þarna, kallar það út að hann sé með boltan, sé með skotið og það hjálpar þeim til að finna þetta fyrsta mark. Í bump þarna hjá Ómó, Bissy reyna að koma sér tilbaka á Krissa. Krissi skilur þetta eftir fyrir Bissy. Krypto fær stjórn á boltanum, fær flippi, fær skotið, Vattima tilbúin að fylgja og jafna metin strax. Þetta það sem þú vilt, jafna metin 1-2 og bingo. Þetta var mjög skemmtilegt hvernig hann að hafa stjórn þarna á boltanum hann Krypto í loftinu. Já, mjög góður í loftinu Krypto og staðan 1-1 eftir rétt rúma mínútu. Krypto hérna, Vatti góða stjórn á boltanum, Krypto reynir skotið en Bissy sér við honum. Úsik í vegginn. Heldur áfram, nær ekki stjórninni samt sem áður. Bissy á ekkert búst í þetta og lendir á Krissa einhvern veginn. 50 fyrir Ómonmenn, Krypto fær bústið sitt í hotninu, nær að vera undan Ómó, boltinn í loftinu, Vattima fyrir til, kemur sér niður á Krypto. Krypto tekur stjórn á þessu, kemst fram hjá Ómó, Bissy tilbúinn í að verja þetta. Úsik núna bumpið á Bissy, Ómó nær að komast í boltan áður en Vattima fær skotið, bumpið á Vattima fínt, Krissi nær að einhvern veginn svona klemmu stjórnunum þarna og Krissi með stendingan fyrir. Úsik lesið þetta vel af hliðarveggnum, núna fast skot, Ómó aðeins og framalega en samt einhvern veginn nær hann að skjóti þessu ennþá fastar. Sjáum þetta hérna, Krypto nær skotinu og Ómó að ná sér í boost. Mér fannst hann einhvern veginn vera, þegar hann í flippinu, hann fannst mér að flippa honum upp hana. Ómó náði honum ekki, því miður. Tæpur á því, Vattima flott kick-off hjá honum, reyna að koma sér niður á Úsik, nær því ekki alveg. Krissi núna hoppaði upp í þennan, aðeins og fljótur á sér þarna. Bissy og Ómó með skotið, Vattima nær ekki til hans og 2-2 á milli þessara tveggja liða. Ómon að standa sig miklu betur í þessu leik. Dusty vantar svolítið upp á hjá þeim. Og staðan orðin 2-2. 2-2, tæplega hálfleikur að bresta á. Bissy í loftinu, nær ekki að fylgja boltanum. Vattima setur upp hliðarvegginn, ekkert búst fyrir hann. Reyna að klemma hann einhvern veginn, klemmutilraunin, sendingin á Krypto fín.
Krypto fór í 50 til hann fá 2 í þetta. Krissi stjórn á boltanum, reynir að koma sér inn á miðju, það bara skotið og Bissi nær skotinu, Krypto nær að verja þetta. Úsik núna, reynir klikkaða skotið, Krissi tekur þetta rólega, býtu Ómó, enginn á sömu blaðsíðu en það sleppa með þetta. Úsik nær hann til boltans, já, kemur þessu út, Bissi með laust skot sem að Dusty menn ná að verja. Vatti kemur honum fyrir, Ómó setur hann út, þar Úsik, Bissi, Krypto, smá miðjuspil hérna, Vatti yfir á Ómó. Ómó í loftinu, reynir að búka til hérna, fer fram hjá einum en fer ekki fram hjá Krypto. Krypto reynir skotið, Bissi með vösluna, þar Vatti í loftinu, reynir að fara í tvísmelluna en Bissi með góða vöslu. Krissi nær að verða út til hliðar til að reyna að leysa einhverja pressu fyrir liðsfélaginu sína. Bissi nær að fylgja boltanum, lítið búst fyrir Vattim að fær smá þarna. Boltinn dettur í hendurinn á Úsik sem neglir honum fram, fínt 50 á móti Krista, hættulegur boltinn núna fyrir hver í loftinu, jú það Vattima sem missir á honum fyrir Krypto. Krypto með skotið, það sláinn út, Úsik núna með flippið, reynir skotið, nær því ekki og Krypto þarna nær ekki að skora þessu. Ómon menn, ekkert búst, Vatti með fast skot út til hliðar. Það sem hann fylgir boltanum Ómó, ekkert búst, hittir ekki boltan og núna Krypto með skotið og þetta loksins að leka inn fyrir Dusty menn. 3-2 núna fyrir Dusty eftir tæpa glæpi fyrir Dusty að skora núna í þessari sókn. Loksins enda þetta með marki og Dusty eru konur í 3-2 í mikilvægum leik. Nú þurfa þau bara að halda þessu hérna í mínútu. Vatti, Krissi hérna með stjórnaboltanum, Ómó, Úsik í loftinu, á no boost, kemur með sendinguna fyrir á Krypto sem að fer í hornið, reynir að búa til einhver tísmellu en það gengur ekki. Krypto heldur pressunni áfram, Úsik núna kemur sér í hornið fram hjá einum, Vattima í loftinu með skoti, feikar þetta fyrir Úsik, Bissi les þetta nær 50 á móti Úsik, Krypto í þakkinu með flippið, feikar þetta fyrir Úsik og þarna ég veit ekki hversu oft ég get komið í setningu feikað fyrir Úsik en ég náði því allavega nokkur sem þarna og boltinn lekur inn. Ómon Bissi einhvern veginn kemur svo í stöngina og aftur í Ómó inn. Ég ætla ekki að segja þetta hafi verið ostakaka en þetta svona hálf ostakaka. Þetta eiginlega svona skýrt þetta liggur við. Krypto með skotið. Setur hann í vegginn, reynir að finna Vatta sem gerist ekki. Úsik leitar að Krypto sem að kemur með sendinguna en Krissi hljótur að átta sig. Vattima með no boost, fer fram hjá einum og þarna Krypto tilbúinn en Ómó. Bissi með stjórnaboltanum, þessi leikur að renna út, engin tækifæri í viðbót og boltinn næstu búinn að snerta jörðina þarna, haldi þessu aðeins lengur á lífi. Ómó nær að halda þessu ennþá lengur á lífi. Úsik í loftinu, ég reynir að finna Vattima, nær því ekki. Krissi nær ekki sendingunni á Ómó og þarna dettur boltinn í jörðina. 2-1 fyrir Dusty í viðureignum. Ég veit ekki, yfir á vallar náttúrulega, hvað þetta næstu í, þetta svona 60% í hag Dusty. Já. Segir það ekki í rauninni allt sem þarf að segja? Dusty voru með góða stjórn á leiknum og voru góðir í sókninni og það sést náttúrulega í mörkum 4-2. Ég bara aftur fyrir að hugsa hvað geta þeir gert Ómónumenn núna, ekki Vano. Þeir voru alveg pínu líkamlegir en það einhvern veginn, það ekki nóg þegar þú liggur bara tilbaka. Þeir náðu að leysa oft pressu með því að tortíma miðjumanninu sem var tilbúin í sendinguna en sjáum hvað þeir geta gert hérna í Neo Tokyo, hvort þeir geti komið með einhver svör og komið okkur í leik 5 núna. Bissi vel mætti honum, nær að koma þessu fram. Vattima sendinginu Úsik góð og frábært spil hjá Dusty. Virkilega vel gert hjá Vatta. Þetta var frábær sending, bara akkurat nógu langt í burtu frá öllum
Ómon-mönnum til að ná boltanum. Og frábært skot frá Usyk eins og vanlega. Þetta er það sem við vantar svolítið hjá Dusty á þessu tímabili. Þeir eru búin að vera góðir í fyrri hálfleik leikja en svo missa þeir það svona aðeins dampinn í seinni hálfleik. Það er það sem hefur verið að kosta Dusty í þessum leikjum. Það er rétt hjá þér. Krissi núna í loftinu reyna að komast fram hjá einum, nær því Krypto kemur svo út til hliðar. Það er Busy sem er í loftinu, nær ekki seinni snertingunni. Krissi nær ekki skotinu, Usyk mikið fljótari, mikið ákveðnari. Krypto í þakkinu, nær að koma þessu niður en það er engin Dusty maður til að fylgja þessu. Vatti maður með hættulegan boltan, setur hann hérna niður en Usyk rétt nær að koma snertingun í þennan. Það er Busy hins sem er skotið. Krypto út. Það er bara Ómon með góða setting á Busy og Ómon er að jafna. Frábært spil hérna hjá Ómon-mönnum. Krypto missir af honum og sendingin frá Ómo er frábær. 134 km á þessu skoti. Og staðan hérna 1-1 þegar rúm mínúta er búin. Krypto hérna. Vatti í loftinu, reynir skotið. Krissi kemur þessu fram. Ómo hittir ekki boltan. Krissi reynir að búka til, Krypto setur hann niður og finnur Usyk. Usyk með fast skot hérna og Ómo rétt nær að verja. Vatti setur hann upp og reynir að finna Krypto. Það er Busy á undan en nær ekki góðu skoti. Krissi reynir að búka til, Usyk í hornið og Busy ekki með nógu góða snertingu en heldur stjórninni samt sem áður. Þá kemur Krypto og Ómo missir á honum. Krissi neglir þessum yfir á helming. Dusty, Usyk með hérna loftfimleika. Það er Busy hins vegar og þessi er að leka inn og Ómon eru komnir yfir í þessum leik. Frábært hérna hjá Busy, rólegur, nær samt einhvern veginn að koma þessu. Hann kemur þessu í Krypto sem hann nær bara, þú veist, psycho skoti í markið hjá sjálfum sér. Yep. Þetta er ostakaka ef ég hef einhvern tímann séð hana. En fljótir að reyna að svara fyrir sig. Dusty menn á því ekki alveg strax. En Ómo nær að leysa pressuna fyrir Ómon. Krypto með stjórn á boltanum en ekki með boost. Krissi fljótur að mæta Usyk á Krypto en Ómo fljótur að mæta að drepa þetta spil. Krypto nær ekki bömpun á Busy, flott hjá honum að fylgjast þessu. Ómo var tilbúin á miðjunni, fær ekki boltan. Usyk með fullt boost í loftinu og móti Krissa. Krissi bara búin að hoppa fyrir löngu fyrir hann flippið frá Valdimar gott en Busy tilbúin á bakveggnum. Ómo í loftinu. Usyk kemur honum í áttamarkinu. Krypto með laust skot. Vatti. Þarna fara þeir saman í þetta Busy og hérna Krissi. Einhvern veginn gengur þetta samt sem áður. Krypto missir á honum, þá kemur Ómo en Vatti með góða vörslu og Vatti fer í sókn. Vatti núna með frábæra tilraun að snert af sendingu. Flippin frá honum á jörðinni hafa verið frábær. Hættulegu bolti núna. Dusty megin, þeir sleppa með þetta. Núna er galopið. Það er allt galopið núna Ómon megin. Krissi er að reyna að loka Usyk af núna. Usyk reynir að koma sér inn á miðju, nær því. Busy setur þetta út til hliðar og fylgir þessu sjálfur. Nær að skoti en Krypto reynir að taka stjórna þessu. Sendingin frá Busy er ekki nægilega góð. Valdimar neglir upp á Krypto. Krypto reynir að feika Ómo, nær því ekki. Ómo reynir að finna Busy á miðjunni, gerir það. Busy með skoti, Valdimar verður þetta út til hliðar á Krypto sem tekur þetta upp hornið hjá Dusty. Nær góðu 50 á móti Krissa og nær þarna Busy í burtu. Vatti reynir að drepa þetta niður fyrir Usyk, nær því ekki og Ómon menn núna að koma í sókn. Krypto snýr þessu algjörlega núna fyrir Dusty sem eru komnir í sókn. Krissi nær boltanum á honum. Kemst fram hjá Usyk. Ágætis 50 hérna á móti Vatta og boltinn dettur fyrir fram á markið hjá Ómon. Ómo setur hann upp í loftið. Vatti er fyrstur á áttastigi, þar er Krissi, reynir að negla honum fyrir, þarna er þeim bömpað á boltanum. Krypto yfir á Vatta, reyna hérna klemmuskot sem að gengur ekki alveg.
Krypto í loftinu, reynir tvísmelluna, nær því ekki. Usyk reyndi skotið, þeir fóru allir þrír ómanamenn í þennan. Bissi frábært 50 og honum. Krissi nær góðum 50 líka. Ómó setur þetta upp í þakið, vill fá þetta niður á sjálfan sig, nær því ekki. Krissi nær sendingu niður á liðsfélag Usyk. Poppar sér hátt upp, Krissi fyrstur upp í boltan. Nær að voru undan Vatima. Usyk upp bakveginn hjá sér með boost, með tíma. Reynir bumpið síðan, nær því ekki á Bissi og þessi leikur fyrir að renna út núna. Ómó, hættulegu bolti, náður að nýta sér þetta. Nei, af hverju er Ómó með frábæran 50 á móti Krissa? Vá, ég held að ég hafi ekki séð betri ostaköku 50 á þessu tímabili, eða bara tímabilunum sem að ég hef verið hluti af. Hann gjössaði datt niður fyrir fram á marki hérna. Við eru Dusty að fara að sækja sigurinn? Nei, við erum komin í framlengingu aftur. Og núna Usyk tækifæri, fær bústi í horninu. Bissi nær fínu 50 en nær ekki að leysa pressuna. Usyk fyrstur að grípa í boltan, reyna að koma sér fyrir. Krissi neglur sér langt, Vatima heldur sér Ómon megin. Bissi á Ómó, Ómó í þakið, reynir að koma sér niður á Bissi en lítið búst. Bissi núna, Krissi með sendingun á Bissi, Bissi með skotið en Usyk ver það. Vatima reynir skotið sjálfur en Ómó tilbúinn til að mæta því og Vati fljótur upp í þetta móti Ómó. Krissi sendir þetta bókstaflega á Krypto en nær þó bumpinu á honum. Bissi hoppar sér hátt og langt. Krypto reynir að koma sér á sjálfum sér, tortuningi frá Usyk. Ómó er góð, frábær tímasending á henni og núna boltinn að detta í hendurna á Vatima. Núna Usyk með tækifæri með fast skot. Ómó nær að verja þetta, rúllaði með fram jörðinni. Núna Vatima nær að feika Bissi, nei, nær því ekki og boltinn í horninu hjá Ómon mönnum. Usyk nær ekki til boltans, Bissi kemst fram hjá tveim. Núna með fullt boost, nær sendingunni inn á miðju. Krypto nær að hreinsa þetta út til hliðar, fær boostið í miðjunni og nær kannski tvísmellunni, nei, missir rétt svo af honum og Ómon menn sleppa með skrekkinn. Usyk hérna, gott 50. Vatima, Krypto. Það er Krissi fyrstur átt að sig með skotið sem Usyk fer að verja. Usyk er með stjórnin á boltanum, Bissi bumpar honum á boltanum. Krypto fyrir í loftið, fer fram hjá einum og nær ekki rétt fyrir hjá Krissa en Vati nær ekki skotinu. Ekkert boost núna hérna. Og Vati hérna með hættulegt og hérna er Usyk og þeir eru að skora, Dusty menn! Vá! Þetta kostaði Ómon, Ómó kostaði Ómon þarna allan leikinn. Þeir voru með þetta, Krissi var með fulla stjórn á þessum bolta. Þeir hefði bara þurft að negla honum yfir og það hefði boltinn bara lent og við höfum farið í leik 5. En svona er stundum gangur lífsins. Ómó átti hins vegar alveg flottan leik, 5 vörslur. En Dusty vinna hérna 3-1. Er það, þú sagði það? Já, ég skal bara borða hattinn minn. En fínustu leikir sem við fengum að sjá hérna. Ég hefði verið svo til í að fá Vano inn á. Það hefði verið svo frábært. En svona er þetta. Dusty enda þá með, hvað, 8 stig? Þeir skulu enda með þá, 8 stig. 8 stig og Ómon með 4. Ómon með 4 og það er bara í rauninni, það er ein viðureign eftir á þessu tímabili í deildinni. Ekki, ef maður telur ekki playoffs. Þarna er einmitt uppfærð tabla. Líka fyrir aftan okkur, þar sem hann sýnir einmitt nákvæmlega það sem við vorum að segja. Dusty með 8 stig og þarna Ómon með 4 stig. En hins vegar með rétta pluss-mínus-tölu. Jú. Sem er frábært, ég elska það. Vel gert. Vel gert, en við skulum stökkva í stutt auglýsingahlé áður en við förum í leik Stjörnunnar á móti Ravík. Ekki fara langt, við verðum komin aftur að vörmu spori.
Býttu hann að skipta akrein? Já, komið sæl aftur, við erum að fara í síðustu viðureign tímabilsins hjá okkur hér í riðlunum áður við förum í úrslitakeppnina og þetta búið að vera gríðarlegur dagur hér. Hvernig finnst þið stemningin, Steingrímur? Mér finnst hún bara mjög góð sko, mér finnst hún bara búin að vera frábær fyrsti leikur sem við fengum núna rétt áðan, Þórsararnir búin að vinna deildina, Ómon og Dusty að spila og Dusty bara loksins aðeins farnir að stína lit eins og við höfum alltaf séð, þeir verða alltaf betur og betri því lengur sem líður á tímabilið. Já, ég líka elska það að Valdimar hlustaði á mig og fór á Simpson bílinn, búinn að hrósa honum mikið í chatinu og bara dýrka hennar gæja, en við ætlum að vera pínur fljótir að þessu það sem við verum aðeins eftir á og við ætlum að hoppa í lið nummer 1, það er Ravík og þetta verður Ravík gegn Stjörnunni hér síðasta viðureign tímabilsins. Ravík, Tóni, Maka, Danslan og Alfarinn, við erum búin að sjá það alla spila mjög mikið og meira þess að hoppa á milli leikja bara í viðureign. Þeir eru búin að vera rosa duglegir að rótera liðinu. Já, kannski ekki alveg það besta sem þeir sitja neðstir, það er kannski, þú vilt hafa þessa 3 stöðu að spilara frekar en vera stanslaust að rótera. Já. Þó ég sé alltaf að segja að Þór eiga að rótera aðeins til, þannig ég fá að sjá síðasta manni þeirra, en við hoppum síðan bara strax yfir í Stjörnuna og sjáum hvernig þeir stilla sér upp. Það höfum líka séð alla 4 spila slatta, það er Smári, Daxi, Porsas og Skjaldbaka. Skjaldbaka búinn að koma bæði inn fyrir Daxa og Porsas núna. Ég held að Smári sé eini í liðinu sem hefur spilað alla leikina þeirra. Já. Og búinn að standa sig gríðarlega vel. Þetta nýja lið búið að tryggja sér núna held ég 3. sætið alveg örugglega og einhver spá fyrir þessa viðureign? 3-0 Stjarnan. 3-0 Stjarnan. Já. Það var eitthvað að tala um það að má aldrei vera sammála eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla að segja, þú veist alls spánnið minni, 3-1 Stjarnan, Ravík fær 1 leik og tjattið er klárlega sammála okkur þar sem við strax förum bara í prósentunar hérna. En já, ég allavega er að búast við bara klassískum line-ups. Ég veit reyndar ekki hvort að Maka sé að spila í dag, hann hefur hoppað inn og út. En ég verði til að sjá Skjalla spila, aðeins að fá svona. Já, ég er alltaf til í meiri Skjalla sko. En liðin eru tilbúin, þannig við ætlum bara að hoppa beint yfir í leikinn. Búið að vera frábært tímabil. Gaman að fá að fylgjast með þessu og vera hérna. Við erum að fara inn í loka leik þessa tímabils. Við erum náttúrulega að playoffsin eru eftir. En þetta er búið að vera gífurlega skemmtilegt tímabil. Gífurlega skemmtilegt. Búið að vera æðislegt. Svo gaman að vera í þessu stúdíu að fylgjast með þessu flottu strákum spila. En það er Alfarinn, Dansla og Maka sem að stilla sér hér upp. Og Skjalli, Daxi og Smári. Það eru Íslendingarnir þeim megin. Og Alfarinn með skoti til að byrja leikin. Ravík byrja hann sterkt hér. Og Stjarnan þurfa að mæta í vörninni. Daxi gerir vel að koma boltanum af dönslinni og fram.
Maka með smá tíma, næri ekki bústinu og fylgir þessu eftir án þess að vera með búst og Smári stelur bústinu að Maka næri honum samt tortuminginni. Danslan hittir ekki boltan, Alfarinn hittir ekki boltan, Danslan næri þessu síðan loksins og það er bara enginn hjá Stjörnunni sem að reyndi að fara í boltan þarna. Það er af því að þeir voru einfallega bara 2 á vellinum í Stjörnunni, passum að Skjalli misti tengingu. Já, þá er spurning hvort við fáum aðra pásu eða hvort að við höldum bara áfram hér. Það sem að það eru bara 2 inn á fyrir Stjörnuna. Já, eru þeir ennþá bara 2? Er Skjalli komin aftur? Ég sé það ekki. Nei, Ég- þeir eru nei. bara 2. Jæja, þá er spurning hvort við tökum aðra smá pásu. Pásu kannski? Já. Ef þeir eru ekki alltaf upptíkinir hana inn í herbygginu. Nei, Þarna kemur það. já. Smá pása og meðan við finnum út hvað er í gangi, sjáum hvort að Skjalli hafi dottið út fyrir markið eða ekki. En já, hvernig líst þeir á það að þetta eru 3 Íslendingar að stilla sér upp fyrir Stjörnuna? Mér líst bara mjög vel á þetta. Já, Þetta eru ekki? allt ungi strákar og bara gaman að þeir skuli geta fengið að tengjast og spila saman í seinasta leiknum. Já, Bara mjög vel gert hjá Stjörnunni. æðislegt að sjá og náttúrulega bæði liðin, þú veist, ekki að fara að breyta neinu þótt þið vinni að tapi hér. Þannig að skiptir ekkert öllu máli hvernig þið stilla sér upp þannig séð fyrir þessa loka helgi. En það er nú ennþá smá í hana. Við tökum fyrir eitthvað góða pásu á milli riðlakeppnis og úrslita kvöldsins. Já, það er alveg held í 2 vikur. Já, ef ekki meira. Er þetta ekki 29.30. eða 28.9. eitthvað svoleiðis? Eitthvað svo leiðis. En já, það er bara voða skemmtileg, allir mæta í arína og við erum sem sagt að, Fara í remake. já, annar remake, endur gera þennan leik þar sem að hann hefur dottið út fyrir markið og hefur verið bara einhver svipu vandamál og var áðan. En já, svona gerist sem betur fyrir, er þetta bara Rocket League og það er mjög fljótt að laga svona hluti. Já, já. Flestum öðrum leikjum er þetta miklu meira vesen, þannig að maður er mjög glaður að vera hér við borðið þegar það er svona smá vandamál hér. Móti því, ég er nú vanið í sérstaklega í eins og League of Legends að eldgamall client vill bara ekki virka og þá er maður bara fastur í hálftíma eða svo, ger ekki neitt. Jú, jú. En við hljótum að hoppa bara strax aftur inn í leik og þeir strákanir koma sér inn. En spurning hvort að Ravi geti gert eitthvað hér. Fyrst að það er Íslendingarnir, ungu strákanir hjá Stjörnunni. Maka náttúrulega búin að sína virkilega flott að takta gegnum tímabilið. Þeir eru hoppum aftur inn í leikinn og ég finnst mjög líklegt að það sé smá frósið eða hvort að það sé þurfa bara endurstilla þennan tíma því að það er ekki, já. Það er farið aftur á stað með við tímasetningur þegar að viðkomandi leikmaður dettur út. Já, það er Það hefur svoleiðis. bara verið 20 sekundur búin á leiknum þegar að Skjalli dettur út, þannig að við förum á stað á 4:40. Já, það er flott að geta gert það þegar Maka næstu búin að skora. Skjalli nær að bjarga þessu á línu og Danslan heldur þessu gangandi í Alfarinn. Næstu maður til að reyna en Maka núna með tækifæri, situr hann til hliðar og Danslan með, já, nær ekki þessum bolta. Og Stjarnan núna sækja á móti Daxi, missir af hann Maka, spilar yfir á Alfarinn sem að spila hann aftur niður á Maka og Danslan næsti maður til að vera tilbúin í þetta en Smári stelur honum fyrir lofti, fyrir flippar hann, fer allan leiðin yfir Alfarinn, þarf að verja þetta á línunni og Stjarnan ekki langt frá því að skora frá bara sínum eigin marki næstu því. Maka hérna með skotið, Alfarinn er í loftinu. Setur hann niður fyrir, reynir að fara í klemmuna með Danslunni. Maka er í loftinu núna, reynir að finna Danslan hérna, gerir það sem á gott skot sem að Skjalli þarf að verja. Alfarinn heldur sókninni áfram, reynir að koma honum fyrir, en Smári kemur þessum frá í bili, en pressan hjá Ravík er að aukast. Ravík sannarlega byrja þennan leik vel hér og Stjarnan þurfa að finna einhver svör. Skjalli reynir að mæta Alfarinn inn í loftinu, Alfarinn að gera virkilega vel, halda boltanum nálægt sér og keyra þetta alla leið í gegn. Maka núna með skotið og Smári nær að verja þetta á línunni. Danslan fylgir þessu eftir, Alfarinn nær ekki skotinu á markið. Það er stoppað fljótt og Daxi komin upp í lofti alveg hinum megin í horninu. Kemur honum hérna fyrir fram á markið en hvað? Nei, Maka slæðir honum burt
og Skjalli nær þessu ekki en Daxi og Smári fara báðir hérna eftir þessum bolta og núna skotið hérna rétt yfir markið. Tvísmellan gekk ekki, Dansland tekur boltan hérna til hliðar. Smári nær bústunni, nær boltanum, fer sjálfur. Nær ekki að klára þetta, Skjalli kemst ekki í að maka á undan. Þetta er mikið fram og tilbaka hér, ekki nóga góð stjórn hjá báðum liðum. Dansland og Skjalli með góða vörslu. Þar er Alfarinn mættur. Daxi kemur honum á Smára sem er með skotið sem að Dansland ver. Alfarinn í loftinu fer í hornið, finnur bara Smára sem að reynir að koma honum á miðjuna, reynir að búa til spilið hérna. Fer næstu því framhjá. Daxi tekur stjórnina, gerir þetta virkilega vel en Maka er mættur. Nær hann tvísmöllinni? Nei, Skjalli tekur þennan yfir á Smára. Smári heldur svo hún í gangandi. Alfarinn. Gott 50 hérna, hættulegu bolti, Maka í loftinu, yfir á Alfarinn. En Daxi, vel gert. Kannski ekki alveg það sama við vorum búin að vera að sjá hérna áðan en skemmtilegu leikur hvernig þetta er allt öðruvísi spilamennska og Stjarnan að reyna að finna einhvern veginn öðruvísi spil og Ravík frekar sækir bara beint á og reyna að halda boltanum nálægt sér hérna með Alfarinn með smá tækifæri með bústið, fer upp hornvegginn en er tortfínt og Skjalli fær boltan í rólegheitum hér, kemur honum hátt upp en já, missir hann bara frá sér. Alfarinn fær allan tíman í heiminum til að taka móti þessum. Daxi nær að stela boltanum í miðri sendingu. Dansland mætir hérna hátt upp til að koma honum frá markinu. Skjalli kemur síðan í loftinu, fer upp vegginn, nær flippinu en Alfarinn tekur vel á móti. Stjarnan ekki með nóg fljótt svona ekki nógu fljótir að sækja fram og fylgja boltanum eftir en Daxi hér í smá vandræði. Maka reynir að mæta þarna 30 sekundur eftir. Við erum eftir að sjá mark í þessum leik. Daxi nær að komast fyrir þennan bolta og smá tækifæri núna. Daxi upp völlinn á móti Maka. Maka tímasetur þetta vel, kemur á móti og setur þetta niður á dönsluna sem að setur skoti bara fram hjá markinu, 10 sekundur er Skjalli með sjansinn hér, fer í hotvegginn í staðin fyrir skoti. Daxi setur þetta í vegginn, setur í tvísmelluna, Smári með tækifæri á 0 sekundinni, fer í loftið, fer í flippið, missir á boltanum og við erum komin í framlengu. 0-0 hérna í fyrsta leik. Búið er að svolítið bitlaust, ef að má segjast. Bæði lið svolítið í millispilinu bara. Alfarinn kemur þessu ekki á markið, Maka í loftinu og ekkert búst samt sem áður. Daxi setur hann niður fyrir Skjalla. Fær hotboostið en Dansland stelur þessu bolta og kemur með góða tortímingu en þeir ná ekki að nýta sér þetta. Maka hérna fer í loftið, reynir að finna stendinguna, gerist ekki. Alfarinn reynir stendinguna. Maka heldur svo hann í gangandi, reynir að finna Dansland en Daxi með góða vörslu og þá fer Skjalli. Neglir hann bara þetta í hotni og missir svolítið stjórnin á boltanum staðan fyrir að taka bara stjórnina. Daxi yfir á Smára. Smári með gott skot sem að Alfarinn er bara mættur í miðju lofti. Skjalli reynir að slita fyrir Maka. Daxi, Smári. Ágætis bolti, Maka setur hann niður í hotnið. Stjarnan ekki að ná að klára tækifærin hér en hefur búin að vera með alla pressuna í þessari framlíkingu í þessu gulla marki sem að Daxi reynir að finna hér, hittir ekki á markið. Dansland kemur þessu aðeins út, Skjalli snöggur að mæta. Maka ætti að vera með þennan, sendir hann langt og það er Daxi sem að tekur á móti þessum, situr hann hátt upp fyrir næsta mann en það er Dansland sem að tekur hann. Smári ver þennan til hliðar en Dansland með skoti og þeir eru hægir hérna en það er laust skot. Og Ravík að finna annað skot og þetta fer einhvern veginn fram hjá varnarmannunum þarna og Ravík finna fyrsta leikinn. Alfarinn kemur þessu fyrir Maka. Smári sýnist mér hafa ekki náðunum þarna. Og Ravík vinna fyrsta leik. Já, eitthvað sem að held ég fáir voru að spá fyrir en svo sem ekki allir með það á hreinu að einn af lykilmönnum Stjörnunnar væri ekki að spila hér í dag
En Spurning hvort hann sé á bekknum, hvort að það sé já, að skipta. það góð spurning hvort þau vilja reyna að tryggja sér eitthvað svoleiðis, aðeins breyta til og já, við sjáum líka Skjalli búinn að breyta frá bara Skjaldbakan yfir í Skjalli Skjallason. Það smá spes, en já, hann svo sem örugglega orðinn vanur að því að vera kallaði bara Skjalli, en mér finnst hann hefði kannski mátt sleppa Skjallason svona in-game. Já, en ég meina. Já, þú veist, flott nafn, en við viljum kannski hafa þetta bara svona stutt og laggott, þannig að hann taki ekki upp alla töfluna. Já, líka svo erfitt að bera þetta fram í hitta leiksins. Já, við segjum nú bara Skjalli held ég í gegnum leiki, við erum ekkert að bæta við Skjallason hérna. Ekki nema við viljum kalla hann bara Skjallason. En förum yfir á þennan gullfallega völl fyrir leik númer 2. Spurning hvað gerist hérna, bæði lið þurfa nú aðeins að fara að gefa í og aðeins meira bit. Þetta var mjög bitlaus leikur, þessi fyrsti leikur. Já, algjörlega, og sérstaklega meðan við það sem við vorum búin að vera að sjá hér í dag, þá þessi leikur ekki alveg svona á sama stað, en vonandi sjáum einhverja breytingar hér í leik númer 2, Stjarnan og Ravík. Ravík sem að byrjaði leik númer 1 betur og eignaði sér hann í framlengingu, en hér Smári að byrja leik númer 2. Tók ég langan tíma núna fyrir að finna þetta mark. En Stjarnan 1-0 yfir þegar 7 sekundur eru liðnar af þessum leik númer 2. Við höldum áfram. Ravík þurfa nú að svara í þetta skipti. Það var enginn sem að þurfa að svara svo sem að staðan alltaf 0-0 svo lengi, en Daxi reynar að koma hérna fram fyrir næsta mann, en það bara tortímingar fram og tilbaka hérna. Má greinilega enginn vera á vellinum, þann sem að boltinn bara liggur á miðjum velli, og Maka núna með skotið, en Skjalli á að vera með örugga vörslu þarna. Alfarinn reynar að fylgja þessu eftir, Skjalli kemur þessu lengra út, Danslan með skotið yfir á Alfaran, en hann kemur þessu ekki á markið. Skjalli með bústið, Alfarinn gerir vel að stoppa þetta strax, Maka situr þetta síðan fyrir fram að markið, og Dansland með skot eða hvað fer fram hjá Maka, næsti maður í þetta, og þarna opið mark, en Smári nær að komast fyrir þetta því að Dansland tók allt og langa tími í þetta, og Alfarinn setur þetta síðan niður fyrir Ravík, en það Ravík sem að eru mun öflugri hérna eftir þetta fyrsta mark. Dansland hérna í loftinu, Alfarinn missir af þessu, Maka. Og hérna næstu því mark, en þeir missa á honum. Þá kemur Smári á móti Alfarinn, og Smári gerir þetta virkilega vel, og Stjarnan komin í 2-0. Virkilega vel gert hérna hjá Stjörnunni, og Smári bara fíblar Alfarinn upp úr skónum, og staðan orðin 2-0. Hans pínu fyndið að sjá hann að kíkti niður í hornið á stóðstöngum, og þá var Skjalli Skjallason, og hann var ekkert nálægt í að vera inn á þessum absolutu lut sem hann á að vera á. En það hefði svona að vera með langt og flott nafn. Dansland núna mættur fram til að reyna að skora fyrir Ravík. Smári, þetta stórhættileg bolti sem út að leika þarna. Daxi kemur þessu út fyrir hann, en Maka mætur á móti. Smári stoppar þetta fljótt, og næsti maður tortímt af Skjalla. Núna tækifæri fyrir Stjörnuna að reyna að koma sér þessu upp. Daxi tekur hann upp á vegginn, fer hérna niður, situr sendinguna fyrir fram á markið, Maka kemst í það. Smári næstur upp í loftið með smá búst á móti Alfarinn, og þessi bolti dettur næstu beint niður fyrir fram á markið, sem betur fer Dansland á réttum stað þarna til að taka mótunum. Núna Skjalli næsti maður til að reyna að koma honum hérna upp, gerir þetta gríðarlega vel. Alfarinn í algjörum vandræðum með Smári á kolvitlausum stað, og Ravík sleppa með þetta eða hvað. Sóknin heldur hérna aðeins áfram, Dansland kemst upp í hann. Daxi núna á móti Maka, þetta opið mark hjá Stjörnunni, en Dansland kemst ekki upp í þetta, og Ravík ná ekki að skora. Daxi hérna heldur sókninni gangandi, setur hann í hornið og tekur hann af Skjalla hérna, og Daxa tortímt í leiðinni, en Skjalli kaupir tíma.
Þá kemur Maka á móti Daxa, gott 50. Danslan í loftinu. Ekki fram hjá honum, þá kemur Skjalli. Maka yfir á Smára, Smári hérna í loftinu, þar er Danslan. Og Daxi með gott 50. Alfarinn reynir að búka til, en Daxi er bara á undan hérna. Þung pressa samt sem áður hjá Ravík. Alfarinn heldur þessu gangandi, Skjalli rétt missir á honum og Smári með þvílíka vörslu. Stjarnan gera vel í vörninni til að halda Ravík frá því að komast inn í hennar leik. En þá eftir að koma mark frá þeim í leik nr. 2 þegar Smári er í loftinu og ætlar í tvísmelluna. Alfarinn stoppar það. Daxi mætir á móti Alfarinn, ætlaði að fylgja þessum eftir. Náði honum ekki hana og núna Smári með tíma á og með boost á boltanum. Fer í flippi, kemst yfir Maka en nær ekki að sitja á markið. Skjalli næstu til að reyna. Danslan stoppar það fljótt og Maka tekur þetta þægilega niður. Reynir að spila hann hérna yfir og þeir eru tveir sem að fara í þetta og Danslan fær frítt skot á markið og Ravík ná að komast inn í hennar leik. Sjáum þessi mistök aftur í vörninni. Daxi og Smári lenda hana saman og Danslan, frítt gal opið mark. Mínúta eftir, Stjarnan 2-1 yfir. Danslan með tækifæri hérna fyrir kick-off mark en næst ekki. Alfarinn var ekki alveg rétt staðsettur til að sitja annað skot á markið. Maka fylgir þessu vel eftir hér í loftinu, nær flippi í setinu en kemur honum ekki lengra. Daxi upp völlinn. Ekki að fylgja þessu nógu vel eftir. Smári gerir það samt og Danslan nær að losa þetta ágætlega. Skjalli mætir strax á móti Daxi með tækifæri, hittur ekki á markið og Maka núna flýgur með boltan burt. 30 sekundur, Ravík þurfa að finna markið hér og nú. Skjalli situr hann langt fram. Alfarinn til hliðar niður á Maka. Daxi og Smári mæta hérna saman í þetta. Smári fer í loftið með boostið, fer undir einn, kemst ekki yfir Maka og 10 sekundur eftir. Tíminn er í hag fyrir Stjörnuna í þetta skipti. Daxi flýgur langt með hann, er að eyða tíma glæsilega hér þegar hann skorar bara. Vel gert hjá Daxa, flýgur bara og flýgur og flýgur og flýgur og setur þetta listavel í markið. 4 sekundur eftir og ég held að Stjarnan sé búinn að sigla þessum leik í höfn hérna. Og tíminn er að renna út. Smári hérna yfir á Daxa og Stjarnan vinnur þennan leik 1-1 í viðureigninni. Já, lítur allt út fyrir það. Spáin mín gæti orðið rétt. En sjáum hérna, það er ekkert gríðarleg stig í gangi í þessum leik. En Smári með næstu í 500 stig og Stjarnan vinnur þennan leik örugt 3-1. Það sem að Daxi sýndi sína bestu takta í lokin til að klára þetta. En við erum á leið í leik númer 3. Skemmtilega að fá enga sópa hér og loka deginum í riðlinum. Það sem að, við höfum fengið allt of marga, finnst mér, yfir tímabilið. Sérstaklega í leikjum þar sem að Þór voru. En núna leikur númer 3. Danslan og Alfarinn fara saman hér með boost núna. Alfarinn fram upp á vegginn, yfir á Maka, gerir þetta gríðarlega vel. Spilið er frábært hjá Ravík til að byrja leik númer 3. Núna byrjar aftur í leiknum. Maka flottur í loftinu, Smári tekur á móti. Alfarinn fer upp í loftið og kemur honum alveg fram en nær ekki að fylgja þessu eftir. Daxi tekur sinn tíma til að spila hérna yfir á Smára sem að fer upp á vegginn. Virkilega flott spil en Maka mætir vel á móti. Daxi reynar að fylgja þessu eftir, gerir þetta gríðarlega vel, nær að feika einn en Alfarinn nær þessu af honum. Núna Alfarinn með flippið og næstu bara með flikkið hérna áfram. Daxi hraður upp í lofti á móti dönslinu og samlokar hann hérna.
Daxi að gera gríðarlega vel í loftinu. Taktanir halda áfram í honum og já, náttúrulega ekki fyrsti leikur við sáum náttúrulega Ravik skoraði á hann en það var fyrsti leikur sem við erum að fá þar sem er jafnt eftir að eitthvað lið skori. Aðeins meiri mark að tala hér. Daxi næstu að skora beint úr kick-off. Dansland laumar þau sem aðeins burt. Smári fylgir þessu vel eftir, er með boostið, getur komið honum lengra. Alfari mæti vel á bakveggnum, fær boostið, fylgir þessum bolta alla leiðina yfir eða hvað. Skjalli tekur á mótunum, Maka stoppar það strax. Daxi og Dansland fara saman. Maka upp í loftinu. Nær ekki að gera mikið úr þessu, ætlaði að sína einhverja gríðarlega takta. En boltinn ekki, skoppa rétt þegar Alfarinn þarf að verja þennan út. Daxi með svona létt flikk til að reyna að skora. En Smári núna er hann með stjórnina, ekki nógu mikla. Skjalli gerir samt vel að koma honum bara langt fram. Dansland þarf að taka móti þessu á bakveggnum sínum og Skjalli getur haldið pressunni gangandi. Alfarinn reynar að koma þessu út en Daxi og sé ekki hvað er í gangi. Maka nær að losa þetta aðeins út. Smári tekur þetta niður yfir á Skjalla. Skjalli með bústi, getur hann fyllt þessu eftir. Hann gerir gríðarlega vel að snúa bílnum þarna en missir aðeins boltan frá sér. Dansland stoppar þetta hratt hér. Reynar að koma upp fyrir Ravik en nær ekki að gera mikið úr þessu. Núna spilið aðeins að deyja þegar Alfarinn fer hérna upp í loftið og nær einhvern veginn að koma honum fyrir fram á markið þar sem að engin Ravik maður var en Dansland heldur þessu gangandi. Maka setur þetta síðan yfir næsta mann en Alfarinn síðan aftur og þeir eru að reyna að trufla vörnina þegar Dansland og Alfarinn reyna að koma sér inn en þeir hitt ekki á markið. Ravik að reyna að gera allt sitt besta og öll sín trikk til að koma þessu bolta inn en það bara gengur ekki. Stjarnan er að standa sig svo vel í þessari vörn. Alfarinn spilar þetta niður á dönsluna sem að fer vel í þetta upp í loftið. Skjalli missir af honum en Daxi tekur vel á móti. Núna tækifæri fyrir Stjörnuna og Daxi hittir ekki á markið og hittir bara hitt á markið en Smári kemur að klára þetta fyrir hann. Gríðarlega mikilvægt hér fyrir Stjörnuna. Daxi flaug þetta alla leiðina yfir og Alfarinn var hvergi tilbúinn til að klára þetta þar sem hann var truflaður í markinu sínu en núna Stjarnan komin aftur yfir og Daxi aðeins pínu lengi hann í loftinu, vissi ekki alveg hvað hann vildi gera með boltan. Alfarinn mæti síðan upp í þetta. Dansland situr þetta í samskeytinu út. Maka nær ekki að klára þetta og Dansland reynar að koma hérna aftur á Alfarann en hann er aðeins svo lengi að snúa sig við og Stjarnan fær tækifæri til að mæta hérna á móti. Dansland tekur hann hátt og langt hér og þetta er næstu mark bara að Maka fer í tvíspellina. Þvílíkt mark hjá Maka, sjáum þetta aftur. Dansland fast skot hérna yfir á Maka sem hann situr undir í slána yfir í tvísmellu og Skjalli vissi ekkert hvað hann átt að gera. Situr bara í markinu sínu. Staðan orðin 2-2, skemmtilegu leikur 3 sem við erum að fá, hérna miklu meira bit eins og við vorum að tala áðan að vantaði hér inn í þessa viðureign. Dansland gerir vel að koma honum aðeins fram en missti síðan boltan frá sér. Daxi núna með tækifæri, með bústi, situr í stöngin og Skjalli situr þetta á markið en það er varu á línuna að Maka. Smári reynir að fylgja þessu eftir en Maka er of hraður, kemur honum upp og pinsar hann hérna fram hjá einum. Skjalli nær ekki að koma þessu þarna og kemst ekki boltan. Dansland einhvern veginn finnur hann á miðjunni og situr markið. Sjáum þetta aftur, Alfarinn laumar honum inn í hornið. Ótrúlega skemmtilegt skopp sem hann fær á boltan og varnarmennir ná ekki að reikna þetta út. Hornafræðin ekki á hreinu hjá Stjörnunni hér í dag. Staðan orðin 3-2, rétt rúm mínúta eftir að þessum leik 3. Alfarinn stoppar þetta en þetta er hættulegu bolti til að sitja niður. Skjalli missir algjörlega af hann þarna, bjóst ekki við þessu skoppi. Maka fer upp í loftið, gerir þetta gríðarlega vel en það er enginn mættur hérna. Þetta er opið mark, Smári setti það bara ekki á markið en getur komið honum fyrir, nær því ekki. Alfarinn mæti vel. Núna Skjalli og Daxi að reyna að gera einhverja takta en það er lesið og Maka setur þetta bara á markið. Smári ekki með boostið en nær að verja þetta. Dansland fylgir þessu vel eftir, er að trufla alla varnarmennina hér. Stjarnan er búin að missa taktan í vörninni.
Daxi losar þetta aðeins. 30 sekúndur eftir. Nú tíminn að vinna með Ravík. Fyrsta skiptið í þessari viðureign sem að tíminn að vinna með Ravík en Daxi situr næstu á markið og Maka nær að verja þetta á línunni og þessi bolti fer einhvern veginn inn. Hvaðan kom þetta, segi ég bara, þetta fer fram hjá 3 varnarmönnum hjá Ravík. Smári einhvern veginn nær að lauma þessum bolta inn þegar 13 sekúndur eftir. Maka með tækifæri til að skora hérna alveg í lokin fyrir tvíspelluna, fyrir þríspelluna, hittir ekki á markið. Nær ekki að klára þetta. Og spurning hvort þið vilji koma niður eða hvort þið vilji reyna að halda þessu áfram. Skjalli var með tækifæri þarna, komst ekki undir boltan og situr hann í jörðina. Við erum komin í framlengingu 2 í þessari viðureign. Staðan 3-3. Smári fyrir hérna upp á móti alfaranum, gerir ekki nógu vel. Daxi í vörninni. Sjáum, boltinn bara hoppandi og skoppandi en einhvern veginn enginn að ná að reikna út hvað í gangi hér. Daxi nær einhvern veginn koma fram hjá einu með alfarinn rétt svo bjargar þessu. Þetta ekki alveg venjulegt spil sem í gangi hjá báðum þessum liðum en einhvern veginn virkar þetta. Skjalli setur þetta upp og það Dansland sem að tekur á móti því. Daxi þarf að verja vel. Gerir það, kemur honum út, alfarinn spilar þetta gríðarlega vel en missir af tækifærinu að elta hennar bolta, var ekki með boostið og hoppar vitlaust. Smári núna upp á móti Maka, Maka gerir betur, fylgir þessu eftir, fyrir í annað touch, gerir það virkilega vel. Skjalli ver á línunni frá dönslinni, kemur honum aðeins lengra eða hvað, jú, Maka nær samt að mæti í þetta og það tortínt manni en Daxi nær að verja þetta, Dansland gegn Skjöllunni í loftunni og núna Daxi nær að lauma sig aðeins út og aðeins að létta pressuna fyrir Stjörnuna, nær að tortíma einum í leiðinni. Núna fyrir boltinn allan leiðina yfir Maka, neglir honum síðan tilbaka. Skjalli nær að verja þennan eða hvað, alferinn fylgir þessu eftir. Þeir eru 3 í hotninni hjá Stjörnunni, þeir þurfa að finna sér boost. Daxi fer með boltan upp, Skjalli kemur síðan og fylgir þessu vel eftir. Boltinn skoppar á vitlausu stað fyrir dönsluna, Smári fer eftir þessu. Daxi, ertu með tækifæri? Nei! Hann kemst ekki í hann á boltan og Ravík ná að losa þetta. Skjalli neglir honum síðan fram, ætlar að fylgja þessu eftir, hittir ekki boltan. Daxi næsti maður, þetta fer í loftið, Maka ætti að vera með þetta á bakveggnum. Byrjar flugið hér, fer í klemmuna en gerir það ekki alveg nóg fast. Skjalli upp á Smára, Smári gerir þetta greiðarlega vel, hann með tvísmelluna? Nei, Daxi fylgir þessu eftir í slána. Maka losar þetta út. Stjarnan svo nálægt í að klára hann leik hér en það ekki nóg. Alfarinn núna upp hinum einn, nær ekki tvísmellunni, Smári reynar að fylgja þessu vel eftir, gerir þetta gríðarlega vel, nær bústi einhvern veginn í öllu þessu. Daxi situr laust, skota markið og það eru 3 á línunni. Skjalli losar þetta aðeins til liða þegar alfarinn að reyna að pressa. Maka fylgir eftir, Smári nær ekki þessu bolta, Skjalli vera á línunni og þeir einhvern veginn ná að losa boltan, 2 skot á markið sem eru bæði varin á Stjörnunni. Daxi situr hann síðan hátt og lágt til að losa pressuna. Alfarinn reynar að klemma sér tilbaka en já, nær ekki góðu pinsið þarna. Smári reynar að losa þetta en Maka tekur á móti. Skjalli aftur inn, Daxi í tvísmelluna, nær ekki tvísmelluna, Smári mistar á boltanum. Hvað í gangi? Þessi leikur algjörlega farinn eða hvað? Þarna kemur loksins markið frá dönslunni af öllum. Þeir eru 3 mínútur í framlengingu. Hrikalegt. Fáránlegu leikur sem við erum að fá hér. 3-3 í venjulegu leiktíma og tók síðan 3 mínútur til að klára þennan leik loksins í gullna markinu. Já, allan allir glaðir sem eru með þessa menn í sínu fantasíliði þar sem hafa nóg af stigum safnað. Þegar við förum yfir í Tókíó. Ravík 2-1 yfir. Hérna fyrir við í leik númer 4, gott fólk.
Ravík komin 2-1 yfir eftir, já, fáránlegan leik, 3 segi ég, og Smári og Skjalli smá vandræði þarna strax í vörninni. Ravík geta nýtt þetta, Maka gerir það, Alfari með gríðarlega sendingu og Ravík góði 1-0 yfir eftir léleg mistök í vörninni, vill ég segja, hjá Stjörnunni. Voru bara alls ekki á sama blaði, hvað þá bók, og missa strax mark á sig. Smári nær að tortíma einum þarna, en Skjalli þarf að taka móti þessu í vörninni. Maka fylgir þessu vel eftir. Það er Ravík sem að byrja mun betur þennan leik. Smári nær loksins að koma boltanum á hinn vallar helminginn. Daxi reynir að fylgja þessu eftir en er ekki með staðsendinguna rétta. Núna bolti inn, hundleiðilegu bolti, Makan missir af honum, Daxi missir af þessu reyndar. Það sem að Alfarin gerir vel. Þetta var hreinlega skot frá honum. Smári náði honum, Daxi núna kemur þessu fram á Skjalla sem er ekki með boostið, hann hittir ekki á markið. Hann vantar svo lítið upp á hjá Stjörnunni að þeir séu að rústa þessum leikjum, en það einhvern veginn ná ekki að klára þetta. Og þarna kemur hrikalegt skot frá Skjalla sem er að skora, heldur bara fyrsta markið sitt í þessari viðureign. Í vegginn yfir 2 varnarmenn og Maka ekki með boostið eða bara eftirfylgnina þarna til að koma og losa þennan bolta. Staðan orðin 1-1 eftir rétt rúma mínútu. Smári fer upp í loftið, með boostið á móti Alfarinum. Alfarin gerir vel í vörninni. Daxi fylgir þessu eftir. Það er ekki að koma alveg fram. Smári situr hann hátt og lágt. En Maka tekur hann á móti á bakveggnum. Þessi lið fyrir að spila með svona aðeins meira, bara hugsun. Fara að spá í hvað er næsta spil, hvað eru að fara að gera með boltan þegar við fáum hann. Og Smári gerir þetta gríðarlega vel, ætlar í 50. Þarna var hugsunin klár, en Daxi nær síðan að hjálpa honum þarna. Stjarnan með smá pressu á móti Ravík, Dansland er ekki að losa hana. Alfarin rétt nær að klemma sig út, en Daxi situr þetta aftur fram. Ná ekki að sitja þetta á markið og Daxi reynir að gera einhverja takta hérna, en ætti hreinlega bara að ná sér í smá boost. Smári kemur þessu á vegginn, dettur niður fyrir Skjalla sem að missir af honum. Daxi nær ekki að klára þetta heldur. Og núna Dansland komin fram hinum megin. Það er bara tortínóðum strax. Þeir vilja enga pressu fá á sig. Maka reynir stoppa þetta strax, gerir vel. En Daxi núna kemur þessu fram á Smára sem að var með smá boost til að ná touchinu. Núna boltinn á hættulegum stað, Maka setur þetta út í horn, en Smári er hann tilbúinn, kemur sendingunni yfir. Daxi, hvar ertu? Nú er skotið á opið mark, það sem að allir í Ravík reyndu að mæta þessum bolta. Sjáum við þetta aftur, Smári situr hann hérna og þeir 3 fara í hann sem að skilur eftir opið mark fyrir Daxa. Stjarnan komin í 2-1. Maka byrjar þetta vel fyrir flugið. Skjalli tekur á móti, kemur hann fram hjá Alfarinum og heldur þessu áfram, en reynir að bara trufla næsta varnarmann, en það var Alfarin sem var næstu mættir í þetta. Smári setur þetta yfir á Daxa og þetta fyrir stöngið út. Skjalli setur þetta hátt upp, en nær ekki að fylgja þessu eftir, er truflaður, kemst fyrir dönsluna og Daxi með opið skot þarna, en Maka nær að trufla það. Stelur boltanum af honum, en Smári með skotið aftur í stöngina. Stjarnan er að leika sér með þetta, en það bara kemst ekki allt inn. Talaði þetta áðan, þeir eru ekki langt frá því að vera að rústa þessari viðureign, en einhvern veginn halda Ravík smá lífi hérna. Alfarin tortímir Smára til að gefa smá tíma. Maka með tíma uppi í loftinu, þeir gera þetta hins vegar ekki nógu vel, ætluðu í klemmuna þarna held ég. En núna Smári setur þetta hratt upp, Alfarin þarf að taka hann til hliðar. Er ekki með mikið búst til að fylgja þessu eftir, en nær sendingunni yfir á Maka sem að setja upp skotið. Og þeir fara 2 í þetta, nú er opið fyrir dönsluna eða hvað. Daxi gerir virkilega vel að bjarga sínum mönnum þarna.
Smári með smá tíma kemur þessu yfir á Daxa sem hann nær að losa þetta aðeins fram en Dansla mæti strax á móti. Smári upp á móti Maka, gerir vel, kemst fram hjá einum, kemst hann fram hjá Alfaranu. Nei, en bolti dettur niður fyrir Daxa sem hittir hann ekki, Skelli næsti til að reyna, hittir hann heldur ekki, strákar þau þurfa að hitta boltan eða ætla að koma honum inn. Daxi og Smári þurfa að koma honum til hliðar hér þar sem að þeir vildi ekki fá hraða sókn á sig frá Ravík. Alfarinn kemur þessu fyrir fram á Dönsluða sem að skorar og jafna leikinn. Staðan allt í einu orðin 2-2. Gríðarlega spennandi viðureign sem við varum að fá hérna þrátt fyrir, já, frekar hægan, eða bara mjög hægan fyrsta leik ætla ég að segja. En núna smá spenna í þessu, nokkuð mörk en við þurfum bara að fá aðeins fínni snertingar, lesa betur hvar boltinn er að fara og þá koma miklu fleiri mörk í þennan leik. En Daxi með tíma hérna aftast gefur Skjalla boltan og hann fer með hann alla leið í bakvegginn. Maka gerir vel að sitja boltan á asnalegan stað en þeir ná að koma sér fyrir fram á marki. Daxi nær ekki að hitta og núna Skjalli með tíma 5 sekundur. Þú ert með boostið, þú ert með boltan, nei þarna dettur hann niður en þetta er ekki búið. Datt niður áður en að klukkan kláraði. Spurning hvað þið vilja gera, hvort þið vilja bara sitja niður. Maka reynir að halda honum hérna í loftinu og hann vill skora hérna á síðustu sekundunum. Dansla reynir það, Smári þarf að bjarga þessu til hliðar. Það fór svo sem ekki á markið en Skjalli núna með skot hinum megin. Alfarinn bjarga þessu, Smári heldur þessu uppi. Alfarinn kemur þessu fast skot bara alla leiðina yfir. Daxi setur það loksins niður og við erum komin í 3. framlenginguna hér í síðustu viðureign deildarinnar. Alfarinn potar þessu upp en það er bara 2 frá Stjörnunum sem að mæta þessu. Það ætti að gefa nóg tíma fyrir Dönsluna til að leika sig hér en Skjalli mæti þessu vel. Daxi næstur upp, fer í bakvegginn, Maka mæti vel á móti. Smári feikar það út. Alfarinn var ekki tilbúinn í það en þeir lenda hérna saman liðsfélagarnir Skjalli og Smári. Skjalli nær að koma sér fram og hérna er boltinn stórhættulegum stað. Stjarnan eiga að klára þetta en Danslan einhvern veginn bjargar þessu. Það var ekkert búst á Stjörnumönnum til að fylgja þessu eftir. Maka núna með tækifæri hinum meginn, situr þetta í bakvegginn. Daxi tekur þetta til hliðar, Danslan var tilbúinn í það, las þetta fyrir löngu. Hann er löngu búinn að lesa þessa bók, hérna kemur Ravík fram. En þeir ná ekki að klára þetta. Smári situr síðan skot á markið og þetta fer inn. Stjarnan er að koma yfir í leik númer 5. Sjáum hérna Smári rétt nær að pota sig yfir Alfarinn og Danslan, já, var allt of lengi að koma sér tilbaka. Við erum að fá gríðarlega langa og skemmtilega leiki hér. Smári með 742 stig. Ef ég kemst ekki bara í fyrsta sæti eftir þennan dag í Fantasy þá verð ég bara pínu leiður ef ég á að segja alveg eins og er. En Smári, minn maður í þessu öllu, búinn að standa sig gríðarlega vel. Nýr inn í þetta tímabil, Skjalli líka. Hinum megin eru aðeins reyndari menn sem að, já, eru ekki með tök á þessum nýliðum. Þó eru búin að standa sig vel, náðu 2 leikjum hér og þetta gæti verið fyrsta viðureign sem að Ravík er að fá eða hvort að Stjarnan sé að tryggja sér ennþá betur þetta 3. sæti til að, já, sýna það að þeir eiga þetta skilið þrátt fyrir að þeir séu ekki með útlending, að þeir Íslendingarnir séu bara það góðir að það skiptir ekki máli. Leikur númer 5 fer af stað hér, Ravík gegn Stjörnunni. Það voru langur dagur en hérna kemur loksins síðasti leikurinn. Gott fólk, Maka byrjar þetta með því að reyna að koma honum fram með missir af tækifærinu. Danslan fer hérna upp, fer í boostið og nær ekki að gera mikið úr þessu. Maka reynda að hjálpa honum hérna en Stjarnan bara tilbúinir í þetta. Smári fer hratt upp hinum megin en það er enginn tilbúinn í þetta samspil. Þarna lást þetta ekki rétt. Danslan fer hátt upp en Daxi nær að verja þennan. Smári fylgir þessu síðan eftir og Alfarinn á allan tíman á þennan bolta. Kemur honum yfir á næsta mann en Maka er ekki með boost til að leika sig með þetta en situr hann yfir á Alfarinn og einhvern veginn fer þetta fram.
Dansland reynir að fylgja sig eftir, nær einhvern veginn að setja þetta á markið, þetta er talið sem skot, en Ravík, já, þrátt fyrir 2 skot nú þegar ekki mjög hættulega, en klálega betra liði hérna til að byrja með. Alfærin er að trufla aðeins, Dansland situr út og síðan upp, Alfærin reynir að fylgja sig eftir, hittir ekki, en Dansland gerir það, en Smári var á undan. Núna Maka fylgir þessu aftur eftir, Daxi situr þetta bara beint á Skjalla og Smári núna með tækifæri hinum með Dansland, verður þetta gríðarlega vel en Skjalli með annað tækifæri og nær handboltamarkinu hér á móti Dönslunni sem hann var ekki tilbúin að verja þetta aftur. Það var engin annar tilbúin heldur hjá Ravík að koma í þetta. Maka var ekki langt frá því en þeir voru bara svo nálægt markinu, það er svo erfitt að komast í þetta. Stjarnan komin 1-0 yfir. Tók smá tíma en algjörlega þess virði þegar Smári fer inn að hátt upp og nær að komast fram hjá einum en Skjalli fylgir þessu eftir hinum með geggjuð klemma en það er bara ekki nóg þar sem það er engin tilbúin í þetta. Smári setur þetta síðan upp og Daxi ætlaði að fylgja þessu eftir. Dansland gerir vel að losa boltan. Alfærin setur hann hérna upp í horn. Skjalli mæti vel á móti, kemur áfram, fylgir þessu vel eftir, nær ekki að halda þessu nóg á nálægt sér. Smári næstu til að reyna en hann setur þetta bara hátt upp og já, Alfærin fer í þetta en missir algjörlega af þessu. Smári gerir þetta gríðarlega vel, spilar þetta yfir á Skjalla sem hann situr á marki og þeir eru að skora aftur. Stjarnan komum 2-0 yfir, Smári að spila gríðarlega. Þetta var backflipið til að skora þetta hjá Skjalla, líst vel á það, ekki oft sem við fáum backflip mark. Alfærin aðeins að spila með hennar bolta en Smári mæti vel á mótunum í loftinu. Dansland, Alfærin og Maka, já, allir í sama horni, vita ekkert hvað þeir eru að gera með boltan. Hérna kemur Daxi síðan, en nær ekki að hitta hann. Smári, já, reynir að fylgja þessu eftir. Maka með skoti, er þetta mark? Já! Algjör vandræði hjá báðum liðum að leit út eins og enginn vissi hvað hann ætlaði að gera. Maka nær síðan að fá skoti hérna af hausnum á, já, mann veit ekki hver þetta var, Skjalli eða Daxi, en skiptir ekki máli. Ravík búinn að koma sér inn í þennan leik. Stimpla inn hérna fyrsta markið, Dansland situr hann hátt og langt, Skjalli þarf að koma nú til liðar. Smári núna með tækifæri upp fram völlin. Núna Skjalli reynir að fylgja svo eftir, Dansland verð þennan. Daxi, ekki góðu bolti, Dansland fær frítt skot á markið. Það eru 2 frí skot sem að gefa Ravík, já, þessa glufu til að komast aftur í leikinn á stuttum tíma. Við erum að tala um það er 2-2 og 2 mínútur og 20 sekúndur eftir. Mikið að tvistum hér á þessari tímatöflu minni. Maka fer upp í loftið, flýgur hérna, nær ekki að komast fram hjá Daxa. Smári sjálfur upp í loftið, gerir gríðarlega vel. Dansland nær að verja þennan. Hann ætlaði algjörlega að fara sjálfur. Skjalli núna næstillega að reyna en boltinn dettur niður fyrir Dönsluna. Núna tækifæri fyrir Ravík. Smári fær að taka þennan til hliðar og mér finnst þeir vera að fá fyrir eitthvað mikið fríum vörslum hérna með megi alveg sleppa því að telja þetta sem skot en Daxi núna komin upp. Smári er að fylgja eftir en spurning hvort hann nær boltanum hérna, fer enginn í bústið. Alfærin er með tíma til að sitja yfir á Maka sem að situr á, já, framhjá markinu. Dansland reynir að fylgja þessu eftir hér, kemst framhjá einum en ekki 2. Skjalli og Smári ná síðan loksins að koma sér aðeins út. Það er Ravík sem eru búin að vera líklegir í hérna seinni part leiksins. Stjarnan að reyna að finna eitthvað hérna en eru allt og mikið, já, eldast við boltan, þurfa að tala meira saman, leyfa einum fara í boltan og hinn að fylgja betur eftir, fara í bústinn, gefa sér smá tíma hérna. Ravík eru að spila betri bolta. Daxi nær ekki að komast upp í þennan á móti Dönslunni, það skiptir ekki máli. Smári situr hann hátt og langt. Alfærin nær ekki að gera mikið úr þessu en kemur hann til hliðar. Maka þarf að verja þarna. Daxi setur hann aftur upp og Skjalli
reynir að spila hann aftur tilbaka og Daxa, þetta bara svona fram og tilbaka nema á sína eigin menn og þeir bara geta ekki hitt hvern annan. Smári núna með tækifæri, Dansland gerir vel að stoppa hann. Það er að stórhættulegur en hérna í boltinn að fara alla leiðina yfir, þetta mark, nei. Stjarnan í stórhættulegu máli, hér Maka situr á marki og Smári held ég að hafi bjargað þessu máli og kemur síðan aftur 10 sekundur eftir hér. Daxi situr beint yfir á Maka sem að situr hann hátt upp. Þeir fara tveir í þetta, Alfarinn fær að fara og klára þetta en getur ekki fyllt þessu eftir. Boltinn settur niður á Smára. Þetta er loka markið í loka leiknum, í loka viðuregninni. Ekki bara hér í dag, heldur í þessari riðlakeppni í deildinni. Smári nær ekki að gera neitt úr þessu og Dansland skorar og Ravík er að vinna sína fyrstu viðureign í síðustu viðureigninni á síðasta deginum. Náði loksins einhverju þegar Stjarnan mætir ekki nógu vel til leiks og Ravík tilbúnir að fagna þessu held ég. Sjáum það, Dansland stóð sig gríðarlega vel í þessum síðasta leik til að búa eitthvað til en Stjarnan stóðu sig gríðarlega vel í gegnum riðlakeppnina og það er ekki langt í það að við fáum að sjá hvernig það allt endaði en gríðarlega flott viðureign sem við fengum hér og núna er bara spurningin hvernig þetta verður allt, hvernig þetta verður sett upp og þetta verður náttúrulega allt áfram spila hérna helgina 29. og 30. november og vill að allir mæti líka hér fá að horfa á sína menn og styðja sitt lið eða bara sinn leikmann og eða bara sína leikmenn. Það er náttúrulega, ég er ekki með eitthvað sérstætt lið í þessari deild en það eru ákveðni leikmenn sem að ég elska í deildinni og hafa staðið sig gríðarlega vel en við ætlum að fá stigatöfluna strax upp hér. Þarna kemur hún, Þór enda á toppnum eftir gríðarlegan leik hér í dag gegn 3-5-4. Náðu að vera mun betri á móti öðrum liðum þannig að plús staðan mun betri hjá Þór og þeir enda á toppnum. Stjarnan ná 3. sæti, nýtt lið, 9 spilarar en Dusty fara síðan þar á eftir og Ómon unnu einungis Ravík tvísvar til að fá þetta 5. sæti og Ravík ná síðan loksins einni viðureign til að fá einhver stig á töfluna, mjög mikilvægt til að sjá ekki nulli þarna neðst. Ég er svo glaður fyrir hönd Ravík að þeir hafi unnið þessa viðureign en mjög flótti leikir sem við fengum hér í dag. Ég hef ekki hugmynd hvernig þetta verður sett upp. Stef verður að gefa ykkur allar þær upplýsingar á Discordinu. Það er allt sem þið þurfum að vita og finna er þar inn á og ef ekki þá bara attiði meistara Stef fleiri upplýsingar en við erum allavega að fara að segja það gott hér. Þetta er búið að vera mjög langur dagur og mjög skemmtilegu dagur líka hér í stúdíónu þar sem er smá skiptingar og svoleiðis í gangi en ég ætla að segja bara takk fyrir okkur, takk fyrir haustið og við sjáumst hér í að rýna helgina 29. og 30. november. Takk fyrir mig. Býttu hann að skipta Akrein?